fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 20. desember 2016. Þetta fundur númer 3405 og 21. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. Ég vil samt í upphafi funda leita afbrigða til að taka dagskrálið 3 út af dagskrá í útsendi dagskrá. Hafnarstræti 69 tengingu við Hótel Akureyri. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það fyrsti dagskrárliður, bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum 2014-2018, lausnabeiðnum óskum tímabundið leyfi. Til bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar, hér með tilkynnist að Njáll Trausti Friðbertsson segi mig frá störfum sem bæjarfulltrúi Akureyrarkaupstaðar og frá og með næstkomandi áramótum. Ástæða þess að ég segi mig frá störfum sem bæjarfulltrúi sú að ég hef hlotið kjör til Alþingis við þær aðstæður tel ég réttast að hleypa næsta kjörna fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn í bæjarstjórn. Ég afskaplega þakklátur fyrir það samstarf sem ég hef átt við kjörna fulltrúa og starfsmenn Akureyrarbæjar. Jafnframt ég þakklátur Akureyringum fyrir að hafa gefið mér kost að vinna hagsmunum bæjarins og íbúum hans. Með vinsemd og virðingu Njáll Trausti Friðbertsson. Þeir sem geta samþykkt lausnabeiðni gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn samþykkir lausnabeiðni Njáls Trausta Friðbertssonar með 11 atkvæðum. Bæjarstjórn færir Njáli Trausta Friðbertssyni bestu þakkir fyrir velunni störf í þágu Akureyrarbæjar. Lögðu fram eftirfarandi beiðnu Bergþóru Þórðardóttur. Með því að Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi hefur tekið sæti á Alþingi og í framhaldi að ósk eftir að hafa látið af störfum sem bæjarfulltrúi Akureyrar liggur fyrir að ég undirrituð Bergþóra Þórðardóttir taki sæti í aðalfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar. Í ljósi þess hef ég tímabundið tekið að mér störf utan sveitarfélagsins og á því óhægtum vik að sinna skyldum sem bæjarfulltrúa, svo vel sé. Óskaði ég hér með tímabundnu leyfi frá störfum bæjarfulltrúa til lok júlímánaðar árið 2017. Virðingarfyllst Bergþóra Þórðardóttir. Þeir sem geta samþykkt ósk Bergþóru tímabundnu leyfi vinsamlegast gefi merki. Bæjarstjórn samþykkir ósk Bergþóru Þórðardóttur tímabundnu leyfi til loka júlímánaðar 2017 frá störfum sem bæjarfulltrúa með 11 samhljóða atkvæðum. Baldvin Valdimarsson boðið velkominn til starfa sem aðalfulltrúi í bæjarstjórn tímabundið til lok júlímánaðar árið 2017. Þá verða annar dagskrárliður, Vættagil 27-29 deiluskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta fyrsti liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 14. desember síðastliðinn. Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi Giljahverfis. Að ræða breytingu á afmörkun lóða númer 27 og 29 við Vættagil. Erindi var grenndarkynnt frá 2. nóvember og var athugasemdur til 30. nóvember síðastliðinn. Engin athugasemd barst. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt og felur skipulagsstjóra að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Þess sem enginn hefur kvætt sér hljóðsgöngu til atkvæðagreiðslu, þess sem geta samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það þriðji dagskrárliður, umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar. Lögðu fram drög að umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lögð fram drög að umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Hún var unnin af vinnuhópi sem stofnaður var af umhverfisnefnd. Vinnuhópurinn var skipaður 2 nefndarmönnum úr 3 nefndum, umhverfisnefnd, skipulagsnefnd og framkvæmdaráði. Til að fá sem breiðast á hópinn og að sem flestur kæmu að borðinu var ákveðið þeirri einn hverjum flokki. Úr umhverfisnefnd voru tilnefnd Dagbjört Pálsdóttir S-lista sem jafnframt myndi fara fyrir vinnuhópnum og Ásthildur Hlín Valdísdóttir I-lista. Og framkvæmdaráði voru tilnefnd Ingibjörg Ísaksen B-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D-lista. Og skipulagsnefnd voru tilnefnd Helgi Snæbjörnsson L-lista og Vilborg Helgason V-lista. Fyrsti fundur vinnuhópsins var haldinn 20. október 2015 og voru 17 fundnir haldnir og svo síðasti fór fram þann 12. desember síðastliðinn. Vinnuhópurinn byrjaði á að skoða það hvernig við sæjum fyrir ykkur stefnuna. Vildum við sjá hana í svipuðu formi eins og Stataskó 21 en þá endurbættu.
Allir voru þó sammála strax í byrjun að nauðsynlegt væri að hafa ábyrgðaraðila og verklok. Við vildum að stefnan yrði greinargóð, hnitmiðuð og með raunhæfum, mælanlegum og sýnilegum markmiðum. Reynt var strax í byrjun að setja sem mest inn og grisi eftir það. Stefnan er raunin skipt í tvennt eða með 2 yfirköflum sem eru stefnan og aðgerðir. Stefnukaflanum er svo skipt í 5 yfirkaflaheiti og er unnið með í aðgerðarhlutanum. Þessi 5 yfirflokkar eru orkugjafar, loftslags- og loftgæðamál, samgöngur, úrgangsmál, endurnýting og endurvinnsla, almenningssvæði, græn svæði og fræðsla. Í stefnukaflanum er bara örstutt farið yfir hvernig við sjáum fyrir okkur stefnuna í þeim málaflokkum. Í aðgerðarhlutanum þá eru þessi 5 yfirkaflaheiti og undir hverjum og einum koma svo þau verkefni. Í hverju verkefni er farið yfir markmið, aðgerð, ábyrgð og verklok. Með þessu var hvert verkefni útlistað. Stefnan er því breið og fyrir við marga þætti. Mörg verkefni í henni og til að nefna nokkur, það mætti nefna ljósmengun og myrkurgæði með því markmið að draga úr ljósmengun og auka myrkurgæðin ásamt því að draga úr orkunotkun. Vistvænir orkugjafar með því markmið að auka hlut vistvæns eldsneytis í bílaflota Akureyrarbæjar. Göngu- og hjólreiðastigar með því markmið að hjólreiðar verði öruggur og aðgengilegur kostur í samgöngum í bæjarfélaginu allt árið um kring. Plastpokalaust Akureyri með því markmið að gera sveitarfélagið plastpokalaust í framtíðinni. Ágenga plöntur og bannlist með því markmið að uppræta þær plöntur í bæjarlandinu. Græni trefillinn með því markmið að auka skjólsældina og kolefnisjöfnun í bæjarlandinu og matasóun með því markmið að draga matasóun, auka meðvitund umhverfisáhrif, matvælaframleiðslu og hvetja til bættra nýtingu á mat úr héraði. Markmið stefnunnar er að Akureyrarbær vinni stöðugt að framsækna metnaði í bæði umhverfis- og samgöngumáli bæjarins. Stefna Akureyrarbæjar er jú að sveitarfélagið verði áfram í fremstu röð þegar kemur umhverfismálum. Drög að stefnunni voru svo send þann 13. október 2016 til þeirra nefnda sem nefndir í ábyrgð á plagginu. Þann 9. nóvember 2016 voru þó drög send á aðra nefndir bæjarins til umsagna. Vinnuhópurinn hnyttist til að yfirfara þær athugasemdir sem komu og í lokin fór plaggið til Fiskistofu þar sem þeir lásu skjalið yfir. Vinnuhópurinn hefur átt gott samstarf sín á milli og einnig milli nefnda utan hópsins. Vinnuhópurinn er ánægður með útkomuna og vil ég þakka honum kærlega fyrir allt það vinnuframlag sem innt var að hendi á honum. Ég legg því til samþykkja drög að umhverfis- og samgöngustefnu. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi stefna að flestu leyti mjög góð. Það eru svona nokkur atriði sem ég langar að ræða hérna aðeins og það væri gott að heyra líka fleiri sjónarmið hérna. Fyrir að fyrsta þá er það varðandi úrgangsmál, þá vil ég bara segja að mér finnst ótrúlega mikilvægt að endurskoða kerfið sem við erum með þegar að samningi við Gábúðarþjónustu Norðurlands lýkur. Vegna þess að eins og kerfið er núna þá vinnur það í raun og veru gegn flokkun með því að sækja óflokkað sorp heim til íbúa án endurgjalds á meðan að íbúar sem vilja flokka þurfa annarkvort að greiða sérstakt gjald til að fá sorpið sótt heim eða að fara með það sjálfur á grenndarstöðvar. Það liggur í augum uppi að þarna þarf að gera breytingu og það er eðlilegt að víxla þessu þannig að meira umstang eða kostnaður fylgi því að flokka ekki en flokka. En þetta er auðvitað ekki útfært í stefnunni þannig að þetta svo stendur ekkert í vegi fyrir því að maður getur samþykkt stefnuna en ég vil bara benda á þetta. Ég gleðst mjög yfir því að stefnt skuli að því að Akureyri verði burðarplastpokalaus bær. Ég hefði gjarnan viljað sjá svona kannski aðeins meiri metnað varðandi plastnotkun almennt en þetta er mjög góð byrjun. Varðandi plastnotkuna þá er náttúrulega talað upplýsingagjöf til neytenda, varðandi burðarplastpokalausan bæ þá er talað líka fyrirtæki og verslanir og þjónustu og það held ég er nefnilega lykilatriði því að hvort sem er burðarplastpoka eða annað plast sem eru yfirleitt umbúðir að þá er náttúrulega uppsprettan hjá fyrirtækjum, þjónustuaðilum og verslunum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að bærinn það sé bara mjög náið unnið með þessum aðilum ekki síður en íbúum. Afsakið. Og ég er mjög ánægð með að sjá markmiðum að auka vistvænt eldsneyti á bifreiðum og tækjum í eigu Akureyrarbæjar og það að
notkun slíks eldsneytis hafi vægi í útboðum hjá bænum og aðkeyptum akstri finnst mér alveg frábært. Það er akkurat svona sem það er að gera þetta. Þetta þarf að hafa vægi og einmitt fjárhagslegt vægi líka. Frábært að stefna vottun sem hjólavænt samfélag. Ef ég held að ég væri að koma hérna til að eldra, þá var það bara algjör misskilningur. Ég er bara hérna til að gleðjast. Og gleðst mjög yfir áætlunum um verndun lífríkis og jarðmyndana, en ég ætla að segja að ég sakna þess að sjá ekki minnst á Krossanesborgir í textanum, af því að það er náttúrulega mjög stórt svæði sem er skilgreint sem friðland og mikilvægt að huga vel að. En ég nefni þetta vegna þess að allra annara helstu svæða er sérstaklega getið í textanum. Ég vil bara spyrja hvers vegna Krossanesborgir eru ekki þarna inni. Síðan er það vandamálið. Og það er hérna samgöngumiðstöð. Ég hef náttúrulega það stendur í stefnunni þegar ég að byggja samgöngumiðstöð og ég hef hérna í þessum ræðustóli viðrað efasemdir að það sé rétt endilega að byggja nýja samgöngumiðstöð, held að sé hérna hægt að nota aðra möguleika eins og ég hef nefnt hérna jarðhæðin í Ráðhúsinu og ég held að þurfi kannski að vinna aðeins ítarlegri þarfagreiningu. Við erum með þarfagreiningu sem Fasteignir Akureyrar unnu hérna og skiluði hérna í haust og þar er til dæmis afstaða einkaaðila til aðstöðu í nýrri samgöngumiðstöð könnuð og það er mjög gott að kanna þetta, en eftir þess að ég best veit þá hefur ekkert verið rætt við til dæmis viðkomandi aðila hvað eru tilbúnir til að borga. Og það er bara eitt eins og við höfum náttúrulega oft talað hérna og sérstaklega í sambandi við fasteigna byggingarnar okkar, að það er eitt að hvað maður þarf og síðan er annað hvað maður vill borga fyrir. Og eins og ég nefni til dæmis að BS-hótel sem þurfa 120 fermetra og 20-25 bílastæði og ég bara velti fyrir mig hvað kostar það og er BS-hó tilbúið til þess að greiða það verð. Og ég held að áður en við setjum það í og nú liggja 2 stefnur hérna fyrir fundinum og í báðum þeim er kveðið á að byggð skuli samgöngumiðstöð og ég held bara og ég get allavega ekki samþykkt hvora þessa stefna nema með það fyrirvara það að ég er ekki að samþykja að byggja samgöngumiðstöð nema að betur athuguðu máli og ég ítreka að ég veit að það er þörf á samgöngumiðstöð og ég hef ekkert á móti að þessi gerð samgöngumiðstöð og ég mæli sérstaklega með því að þessi gerð samgöngumiðstöð þarf að segja að sé einhver punktur þar sem að samgöngur mætast. En það að þurfa endilega að byggja hús og hvernig hús það á að vera, það er algjörlega svona ófrágengið. Þannig að ég tel okkur þurfa að ræða það betur. Og ég meina það er líka tala í þarfagreiningunni við rútufyrirtæki sem telja sig þurfa 20-25 stæði, auk 10 sleppistæða. Og þá þurfum við líka að hugsa, ég meina bílastæði kosta og hvað eru þessi fyrirtæki tilbúin til að greiða fyrir aðstöðuna. Og sjálf hefði ég haldið að vera eðlilega að geyma til dæmis rútur sem að standa kjurrar og eru hvorki að taka á móti farþegum með að sleppa annar staðar enn í miðbænum. Af því að miðbærinn eru auðvitað verðmætasta landið okkar og það er hver fermetri dýrmætur. Þannig að ég er alveg tilbúin til að samþykkja þessa stefnu en ég geri þennan fyrirvara. Ég er bara ekki til þess að til í að standa hérna og samþykkja að byggja samgöngumiðstöð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil lýsa ánægju minni með þessa stefnu og vinnuna við hana. Þetta er metnaðarfull stefna. Við höldum áfram á þeirri braut sem við höfum verið og eitt fremsta sveitarfélag á þessu sviði á landinu og þó víða væri leitað. Þannig að þau atriði sem hér eru talin upp eru góð. Mér finnst hins vegar vanta eitt af því sem kom fram á að hér ætti að vera mælanleg markmið. Mér finnst vanta eins upp á það. Til dæmis að tala nagladekkin. Við vitum ekki alveg hvað eru mörg nagladekka á götum bæjarins og hvert á markmiðið að vera, eða hvert ætlum við að fara, hvað viljum við fá mikið færri nagladekka á götum. Þetta er svona bara eitt lítið dæmi. Það er líka mjög gott að setja upp hér samstarf við verslun í bænum varðandi plastpokalaust samfélag hérna. Ég held að það sé líka hægt að eiga annað samstarf við verslunin í bænum og það er matarsóunin sem að verður í búðunum. Þar er ekki sams konar flokkun á ferðinni eins og á heimilunum og ég held að það væri
mjög gott og metnaðarfullt markmið að setja upp gott verkefni með verslunum í bænum þannig að þeim matvælum sem hent í búðunum að það skilir sér inn í moltu. Það er líka mjög jákvætt að þessi stefna hún í samræmi við ferðamálastefnuna sem við fáum að heyra hérna á eftir. Þær tala saman ágætlega þessar tvær stefnur og það er bara mjög jákvætt. Að lokum svona bara ein uppástunga sem kannski ekki alveg, ég ætla að biðja leyfi, virðulegur forseti, að fá að kasta fram hérna einni hugmynd. Hér talað græna trefilins, þess sem eitt það merkilegasta sem hefur verið gert hér í umhverfismálum á Akureyri. Þetta var gert í 20 ára tíð Árnasteinars sem var hér hjá Akureyrarbæ, garðyrkjustjóri og umhverfisstjóri. Mér langar að varpa því fram hvort það var ekki hægt að heiðra minningu hans, hann lést í fyrra, heiðra minningu hans með því að nefna eitthvað af þessum skógum sem eru hér að spretta upp í kringum bæinn í huganum. En ég ætla bara að kasta þessari hugmynd alveg hrárri hérna fram, en það væri virkilega þess virði, held ég, að minnast þessa merkilega manns þegar við tölum umhverfismál á Akureyri. Takk. Bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson hefur lokið máli sínu og ég hugsa að ég man vel eftir Árna Steinari og flesti sem hafa unnið hér eða komið. Auðvitað held ég að það sé þá bara umhverfis- og mannvirkjasvið sem myndi þá reyna að koma því áfram. En orðið laust varðandi þessa stefnu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir þeir sem hér hafa komið upp bara fagna þessari stefnu. Í heildina séð þetta bara mjög gott plagg, margt í því til mikilla bóta. Margt af því hefur líka svo sem verið unnið með fram að þessu og við megum ekki gleyma því að við settum hér stefnu sem hét Staðadagskrá 21 fyrir mörgum árum síðan. Höfum verið að stíga mjög mörg merkileg skref í bara umhverfismálum hérna á Akureyri í kjölfar þeirra stefnu. Og ég held að það sé ekkert ofsögum sagt að Akureyrar kaupstaður sé svona einn af umhverfisvænni sveitarfélögum landsins. En það er alveg rétt sem að kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Baldvins áðan. Ég vil svona aðeins ítreka, það er þetta að því að við erum að setja okkur þarna markmið sem eru aðgerðabundin, það er sett á þau ábyrgð og það er sett verklok. Það hins vegar vantar í allt of mörgum tilvikum einhverja tölulegar upplýsingar það hver er staðan í dag. Það ættu að vera til margar upplýsingar mörg af þessum verkefnum. Þess vegna væri mjög æskilegt í framhald af því að við samþykkjum þessa stefnu að það verði unnið áfram og sett niður viðmið. Það verði sett niður einhver töluleg viðmið þar sem að staðan í dag er tekin og síðan sett þá eitthvað markmið það að við ætlum að vera hér eða þar á einhverju árabili. Við erum til dæmis hérna með markmiðum, mörg markmið sem að eru svona sett inn í framtíðina. Eins og aukin hlutdeild gangandi vegfarenda, það eru verklok 2026, það er að segja eftir 10 ár. Þá getum við alveg sett okkur einhver viðmið að markmiðum það að vera komin á einhvern stað eftir 2 ár, eftir 4 ár eða 5 ár til þess að átta okkur á því hvernig okkur miðar. Ég held að það skipti mjög miklu máli akkurat í vinnu sem þessari. Ég get tekið undir þetta með sem bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á hérna með flokkunina að það eru margir sem segja það reyndar að þetta gefist mjög vel að hafa þessar flokkunarstöðvar og fólk komið þar og flokki og skila af sér. Til svona í raun að vera fáir sem eru beint með óflokkað rusl heima hjá sér.
En það er svona spurning hvort að við eigum að bera kostnað af því sem ákveðum að kaupa þessu flokkunar tunnur eða ekki. Ég veit að þetta er mál sem að tekist á sínu tíma, en er kannski full ástæða til þess að svona allavega skoða aftur. Ég er svo fagna hér skemmtilegu markmiði með ljósmengun og myrkunargæði. Mér finnst alveg frábært nýyrði, myrkunargæði. Sko vegna þess að þetta hefur stór og mikil áhrif, hvernig ljósmengunin í þéttbýli hefur áhrif á það hvers við njótum á stjörnubjörtu nóttum. Og ef það verður eins og menn er að spá að hér verði töluvert norðurljós næstu árin, myrkurgæði, að þá sko væri nú æskilegt að vera þetta að njóta þeirra bara hérna í bænum, svo það þurfi ekki verið að keyra fólk langa leiðir til að njóta þeirra. Og það verður örugglega gert eitthvað áfram. Og það er náttúrulega nú þegar farið að stíga ákveðin skref í því að breyta lýsingunni í bænum akkurat til þess að bregðast við þessu, sem bara hið besta mál. Nú síðan náttúrulega liggur það fyrir að við þurfum að taka umræðu ákveðna þætti sem eru nefndir hérna, eins og til dæmis hálkuvarnir. Hér er talað það að nota saltblandaðan sand á götur bæjarins, hér og þar. Þetta er mjög umdeilanlegt atriði og ég sakna þess enn og aftur, en farin að hljóma eins og gamalmenni sem endurtekur sig stöðugt. Ég sakna þess enn og aftur að við skulum ekki vera búin að taka umræðu akkurat þetta mál með íbúum bæjarins. Þannig að sko það væri allavega hægt að væri búið að taka allavega þessa umræðu á þeim vettvangi, því að við erum hérna í raun með þessu að samþykkja ákveðna stefnu þar sem að við erum að tala það að nota þetta í hóflegu mæli, en það er samt eitthvað sem við þurfum að ræða Þetta er líka spurning hvaða sandur er notaður. Og þetta er að sjálfsögðu svo spurningin svifryksmengunin og annað sem að því snýr. Og í ljósi kannski þess að við erum að tala hérna svifryk, þá væri kannski forvitnilegt að vita það, hvort að ég held að við hefðum verið með í því að kaupa svifryksmæli fyrir 1-2 árum. En það varð aldrei neitt úr því eða hvað. Það var rætt um það. Já, það var rætt um það. Hins vegar er þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að fara að koma hér upp, því að það er líka alveg ljósmál að svifryk er hættulegt, sérstaklega börnum. Ég tel að við erum að eiga hérna færanlega svifryksmæli sem við getum verið með hér á ýmsum stöðum og bara skoða svifryksmengunina til dæmis við leikskóla. Og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að á sínu tíma þegar var verið að staðsetja leikskóla, bara undanfarnu 10-15 árum, þá er yfirleitt verið horft til þess hvar er gott að staðsetja leikskóla með tilliti til þess að það sé einfalt að koma börnunum í og úr leikskólanum. Þar að segja, við erum að tala akstur foreldra að og frá leikskóla. Þess vegna eru nokkurir á okkar stærri leikskólum staðsettir við miklar umferðaræðar. Og eftir á að hyggja þá var þetta kannski ekkit ofboðslega skynsamleg ráðstöfun. Og þess vegna er mikilvægt að skoða það vandlega hvort að þarna sé meiri svifryksmengun en menn gera sig grein fyrir og hvað er þetta að gera til að draga úr henni akkurat á þessum stöðum. Og þess vegna skiptir máli að koma þessum mælum upp og hafa hann til dæmis færanlega. En ég ætla nú ekki að fara að tína allt hérna til, en það er alveg ljóst að það er til dæmis ekki komið inn á hvar samgöngumiðstöðin á að vera og það er náttúrulega gert til að ná pólitískri samstöðu gerir ráð fyrir. Og það er ýmislegt þannig sem að sett þannig fram og ég held sé mikilvægt að við séum mest sammála þetta. Ég hins vegar horfi nú ekki þannig á að þó að standi hérna byggja samgöngumiðstöð að þá sé það endilega ákvörðun það að byggja hana
frá grunni. Við gætum verið að breyta húsnæði eða eitthvað í þá veruna. Þetta náttúrulega spurning það hvernig við orðum hlutina, hvernig við skiljum þá. En svona heilt yfir ég býsna sáttur við þessu stefnu að teknu tilliti þess sem ég búinn að nefna hér á undan varðandi viðmið og mælikvarða sem ég finnst mikilvægt að við setjum okkur því að það hjálpar okkur og hvetur okkur áfram. Það alveg klárt mál. Svo þakka ég bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir kynninguna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Reifnir Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég byrja að þakka fyrir þessu umhverfisstefnu. Mér finnst hún á mörgastæði bara frábær. Hún auðleysanleg, auðskiljanleg og fljótlegt að átta sig á hvert við erum að stefna í henni og það held ég sé svona, já ég vil bara hrósa þeim sem að koma að henni, hún virkilega vel unnin. Það eitt spurningamerki í henni sem ég vil svona, fyrir mér allan að það sem bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Sóleyberg hafa komið inn á, það þetta með samgöngumiðstöðina. Ég alveg sammála svo sem alveg þörf fyrir samgöngumiðstöð. Hvar, hvernig, hvenar og hvað hann á að kosta er svo umræða sem við verðum eigum eftir að fara í. Ég gerði athugasemdir við þetta í fjárhagsáætluninni og finnst vont í raun og veru að vera að samþykkja umhverfisstefnu með svona einu atriðan inni sem ég raun og veru sammála samt að við ættum að keyra í gegn og vinna eftir. Og finnst mér svona samgöngustefna að vera svona smá, ég ætlaði kannski ekki að, svona pólitískt pott að setja hann inn, koma hann í gagnið og velti fyrir mér af hverju hún yfir höfuð í umhverfisstefnunni. Ég svona óska bara eftir svörum af hvað hann gerir með svona rammpólitískt mál í umhverfisstefnu bæjarins, eins og samgöngumiðstöðina. En annars þakka ég fyrir. Bæjarfulltrúi Reifnir Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Dagbjörtu fyrir yfirferðina. Ég get tekið undir það að þetta er fín stefna og mjög já bara ítarlega en jafnframt finnst mér eins og aðrir hafa komið inn að vanta þessi tölulegu markmið og við eigum fullt af þessum upplýsingum eins og bara ef við ætlum að auka bílaflotan okkar í vistvænum orkugjöfum, hvað eigum við marga bíla í dag, það væri mjög gott að það væri eitthvað skjal sem myndi fylgja stefninu sem væri kannski með stöðunni í dag og það er kannski, þó að stefnun verið samþykkt þá er alveg hægt að leggja það fram eftir á, það er allt í lagi. Við tókum þetta fyrir á fundi í gær við sjálfstæðismenn og þar komu upp hugmynd sem mér langar að nefna hér. Ég veit að einhver fyrirtæki, allan á stofnanir eru farin að kolefnisjafna ferðir hjá sér og það er bara spurning hvort að bærinn ætti í rauninni að jafnvel að taka upp hjá sér og hvetja önnur fyrirtæki og stofnanir að gera slíkt hið sama. Eins langaði mig að spyrja hvort að væri búið að reikna kolefnisspor okkar Akureyra í flokkun eða hvort að væri sniðugt að gera það því að við erum að standa okkur mjög vel á því sviði. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á mjög viðkvæmt málefni sem er salt eða malarefni. Nú er frekar langt síðan allan að mínu viti sem langt síðan að hafa verið gerð skoðanakönnun hjá bæjarbúum með þetta mál. Þetta er kannski það mál sem að mun örugglega vera rýnt í þessari stefnu þannig að það væri spurning hvort að við ættum að gera það. Eins það er komið inn í samgönguhlutann í stefnunni inn á uppbyggingu eða auka hlutdeild hjólandi og gangandi vegfarenda og uppbyggingu stíga en þá þurfum við jafnframt að huga því þegar við erum að byggja þessa stíga að það er lýsing á þessum stígum og síðan ég byrjaði sem bæjarfulltrúi hef fengið þó nokkrar kvartanir
varðandi þetta mál, sérstaklega göngustíg við Eikarlund, eða bak við Eikarlundin, háskólastígurinn og meðfara Gleránni. Þannig að ef við erum að fara í þessa stíga þá finnst mér að við þurfum líka að huga að því að það þarf að fylgja því oftast nær lýsing. En annars, eins og ég sagði bara áðan, er ég frekar ánægð með þessa stefnu en vil sjá kannski frekari tölulega markmið og eins að það eru unnar frekari upplýsingar stöðun í dag. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er ekki að lengja þessu umræðu mikið. Ég vil bara gera lítið á hinn sem hafa staðið upp og lýsa yfir ánægju minni með þessa stefnu og þetta er afar metnaðarfullt. Það er mikið talað hér töluleg markmið og það hlýtur alltaf að liggja hlutarins eðli að þegar menn fara að vinna eftir þessari stefnu sem að settir hér fram með og hvernig á að vinna hana, þá held ég menn hljóti nú að tína fram þær tölur og þær talnar upplýsingar sem til eru til þess að geta þá unnið eftir og bætt úr því sem að þarf að bæta. Þannig ég held að þetta sé nú eitthvað sem að þarf að sé liggi fyrir. Varðandi það sem er rætt samgöngumiðstöðina, að það er náttúrulega þannig að við erum með á áætlunum 2017 fjármuni til þess að klára úttekt á því hvar við ætlum að hafa þessa samgöngumiðstöð og gerum ráð fyrir 2018 sé hún í byggingu hjá okkur samkvæmt fjárhagsáætlun. Það kom fram hér í máli Gunnars að það er bæjarfulltrúi Gunnars að menn líta stundum á það hvort er byggt frá grunni eða hvort að menn geti hugsanlega nýtt eitthvað húsnæði sem til er í dag. Þetta getur alveg leitt okkur í einhverjar aðrar áttir heldur en að við erum í dag nákvæmlega en það er það áttur að taka ákvörðun. En ég bara vil hrósa okkur fyrir það að hafa vera að samþykkja þessa stefnu hér í dag. Við sjáum hérna og erum að fylgja eftir þeim metnaðarfullum markmiðum sem við settum okkur hér í bænum að vera umhverfisvænasta samfélagi á landinu og þessi stefna hún styður afskaplega vel við þá áætlun okkar. Þannig að ég bara lýsi enn og aftur ánægju minni með þetta og þakka Dagbjörtu bæjarfulltrúa fyrir bæði kynninguna og hennar störf í þessari nefnd ásamt þeim sem þar að komu í nefndinni. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér datt nú bara í hug að koma hérna með tillögu að því mér heyrist við vera svona pínu svipuðu nótum varðandi samgöngumiðstöðina, að við áttum okkur á því að við þurfum samgöngumiðstöð en við viljum kannski ekki endilega öll byggja hana, þannig ég ætla að leggja það til að orðum verði breytt þarna í lið 227 að undir aðgerðir komi verði upp samgöngumiðstöð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Dagbjört Þólsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þakka kærlega fyrir samt góða umræðu. Mig langar að byrja að svara bæjarfulltrúa Sóley varðandi úrgangsmálin. Það var bara ákveðið að setja það ekki inn í stefnuna en auðvitað það segir sig sjálft að það þarf á næsta ári að koma að einhverju vinnuhóp sem kemur að þá hvaða kerfi viljum við, ætlum við að halda þessu núna, ætlum við að taka við sorpiruna og það er auðvitað eitthvað, þetta er raunverulega bara pólitísk ákvörðun sem þarf að taka, hvernig sjáum við sorpkerfi fyrir okkur. Grendavillurnar hafa verið að ganga rosalega vel og eru vel nýttir og þessi umræða með að heimili hafi bara sína eigin tunnu, það er líka kostnaður, þannig að það er þá spurning, ætlum við þá að hætta með grendastöðarnar eða ekki. Þannig að þetta er allt bara spurningum á veg og meta kostina þegar það kemur, en klárlega þarf að fara í einhvers konar úttekt á næsta ári með sorphirna. Varðandi Krossanesborgirnar, ástæðan fyrir að við setjum það ekki inn var að það er í rauninu búið eins og staðan var núna með allt sem átt að gera fyrir utan rekstur til næstu ára og það er búið að setja inn stíga og fuglalífshúsið,
Og það er náttúrulega fugla skoðunarhús og merkingar. Við hefðum kannski geta sett inn að á 5 ára fresti vöktun á fuglalífi á 5 ára fresti, en það er raun verið eina sem svona lá fyrir, og það var eiginlega ástæðan fyrir að hún var ekki sett inn með við allt annað sem var sett svo inn. Mér langar líka að svara bæjarfulltrúa Baldvini varðandi mæli markmið eins og á nagladekkjum. Upplýsingar allana frá aðalega innan framkvæmdarmiðstöð í framkvæmdar að það eru mælt regluleg notkun, svo það ætti að vera auðvelt að finna út hver notkun er. En eins og ég segi, það er samt á svo mörgu, ekki bara í nagladekkjum, heldur á svo mörgu, þá vantar okkur tölurnar. Og kannski er það auðvelt að setja það, en það hefur bara kannski skort þessa áætlun eða fjármanni að ganga bara það langt í að klára ákveðna áætlanir. Mér líst að vissu vel á samvinnuverkefni með verslunum varðandi matarsóun. Það er svo sem kemur hérna inn í kaflanum, að það er eitthvað sem þarf að eiga sér stað ef við ætlum í þetta matarsóunarverkefni. Ef við ætlum að taka á við það, þá þarf það að vera í sameiningu líka með verslun, ekki bara heimilum. Og varðandi það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á með tölu markmiðin, eða viðmiðin og markmiðin, ég er alveg sammála. Ég hefði viljað geta sett inn meira af mælu markmiðum, en þar sem okkur skorti tölunar og eins og staðan var þarna, skorti okkur fjármagn til þess að fara í þá vinnu að láta vinna úr öllum gögnunum sem við höfum. Þess vegna til dæmis er ekki búið með eru ákveðna hlutir ekki búnir. Þannig að það er kannski bara, og ég er alveg sammála bæjarfulltrúi, það má kannski bara þá fylgja eftir á plagg þar sem er farið yfir einhvers konar tölulegar upplýsingar. En það er það eitthvað sem verður að gerast eftir á, held ég. Ég held að það sé alltaf lagi að hafa það plagg sér, en þó svo það sé ekki inn í þessari stefnu. Varðandi hálkuvarnirnar, það er líka, hvort við viljum sand eða möl eða ekki, það er líka pólitísk ákvörðun. Það er eitthvað sem við þurfum að ákveða hvað við viljum. Ég meina, uppkom hjá okkur líka hvort við ættum að nota sykur. Það hefur verið notað í Norðurlöndunum. Veit ekki alveg hvort að það kannski, en það er líka eitthvað sem þarf bara að skoða. Ástæðan fyrir því bara ef ég svara heilt yfir varðandi samgöngumiðstöðina, á hverju hún er sett inn í plaggið. Hún er sett inn í plaggið vegna þess að hún er í meirihluta samningnum. Þess vegna er hún þarna inni. Og mér finnst allt í lagi að skoða eða að breyta orðalaginu að það verði komið upp samgöngumiðstöð ef það er það sem strandar á. En ástæðan fyrir samt að samgöngumiðstöðin er inni er meðal annars vegna þess að hún er inni í málefnasamningnum. Já, ég held ég sé búin að koma inn á flest. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Davíð Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í ljósi orða minna áðan þá langar mig til þess að leggja hérna fram breytingartillögu inn í stefnuna. Það er 2.1.11 hálkuvarnir. Að í aðgerðum muni standa gerð verði skoðanakönnun meðal íbúa leiðir til hálkuvarna og haldinn íbúafundur í kjölfarið. Síðan komi takmarka skal notkun malarefni eins og kostur er til að lágmarka myndun svifryks. Síðan komi nota skal til blöndunar salt til blöndunar í hóflegu hlutfalli og annar efnisíðis kostur ef það næst sæmileg sátt meðal íbúa. Ég legg þessa tillögu hérna fram sem breytingartillögu við stefnuna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég vil biðja bæjarfulltrúa að leggja fram skriflega breytingartillögur. Og
Þannig við höfum þær. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir að byrja að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir ágætis yfirferð á stefnunni hérna og þakka henni fyrir samvinnuna. Hún stýrði þessari vinnu bara mjög vel og skilmerkilega. Þá komið hérna margar vangaveltur upp og dreigið fram margt gott sem kemur fram í þessari stefnu og meðal annars LED-ljósavæðingin hjá okkur, en við höfum sett inn á áætlun hjá okkur núna að LED-ljósavæða bæinn okkar, smátt og smátt. En þetta er gert til þess að draga úr ljósmengun og auka myrkugæðin og það var komið með kynningu til okkar í framkvæmdaráði þar sem okkur var sýnd munurinn á þessum lýsingum, annars vegar LED-lýsingu og hins vegar eins og við erum að nýtast við í dag og þetta er rosalegu munur. Með LED-lýsingunni þá er verið að lýsa niður á göturnar en lýsingi fer ekki upp í himinninn, þannig að hann helst myrkur. Það er svona kallast það dark skies. Varðandi úrgangsmálin þá hefur þetta líka komið svolítið til tals í framkvæmdaráði hjá okkur og við munum taka þetta væntanlega til umræðu á næsta ári, geri ráð fyrir og horfa á heildarmyndina því ég held að það sé mjög mikilvægt. Því við höfum mikið talað um þetta, hvaða fyrirkomulag er best að gera og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða og ég held að við þurfum öll að taka samtalið og vera opin fyrir hugmyndum. Mér langar svolítið að koma fram hérna með vangaveltu sem kom fyrir á fundun með okkur hjá Framsókn í gær, en þar er formaður skipulagsnefndar. Hann kom fram með kom fram með punkt um það að mögulega taka þessi verkefni sem koma fram í þessari umhverfis- og samgöngustefnu og setja inn í alskipulagið. Og mér skilst að Bjarki sé meðal annars byrjaður aðeins að taka eitthvað úr stefnu og setja inn í alskipulagið. Þetta er eitthvað sem við erum að stefna að og kemur að miklu leyti inn í aðalskipulagsvinnuna. Þannig að ég held að það sé ekkert óvitlaust að stefna að því. Ég held við getum bara verið afar stolt af því hversu langt við höfum náð í umhverfismálum. Akureyrarbær stendur mjög framarlega ef ekki bara fremst á landsvísu og við höfum vera stolt af því. Og við höfum líka vera stolt af því að við erum stöðugt að sækja á og við viljum stöðugt ná meira árangri. En það er þannig að síðustu prósentunar er alltaf erfiðastar og kostnaðarsamastar en við erum að stefna bara mjög hátt með þessari stefnu. Meðal annars með það að strætisvagnarnir verða allir vistvænir, gangi allir fyrir vistvænu eldsneyti 2020 og mér langar aðeins að koma því fram hérna, líka bara til bæjarbúa sem eru að horfa, að það kemur einnig fram í stefnunni að strætisvagnar verði áfram gjaldfrýr. Og ég held við þurfum að leita svolítið langt einnig með það að sjá hvað sveitarfélög eru sem bjóða upp á ókeypis samgöngur, almenningssamgöngur. En varðandi samgöngumiðstöðina sem hefur komið hérna til tals hjá okkur, þá er þetta vissulega inn í málefnasamningnum okkar, þetta er líka inn á framkvæmdaáætlunum okkar og inn í fjárhagsáætlun sem vorum að samþykkja á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það er stefnan okkar að byggja samgöngumiðstöð. Það var gerð þarfagreining og svo skýrsla liggur fyrir, þá eftir þetta afstöðu til hennar, þar koma tveir möguleika fram. Annars vegar þá þurfum við bara í rauninni að setja niður hvað þjónustu við viljum veita í samgöngumiðstöðinni. Erum við bara að hugsa almenningssamgöngur og almenningssamgöngur á milli landshluta eða erum við að hugsa stærra batteri og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða og þá út frá því hvað staðsetning er en eins og er núna þá er stefnt að því að setja hana hérna hinum yfir Ráðhúsi. En varðandi skoðanakönnun og salt- og málanotkun þá er þetta finnst mér, þetta er ekki bara gott og gilt en mér langar samt að benda á það að við höfum rætt þetta líka inn í framkvæmdaráði og þar höfum við fengið þær upplýsingar að saltlausnin sem notast er við er 7%. Þannig að þetta er ekki mikið og mér skilst að þetta sé blanda sem virka best með við þær aðstæður sem eru oftast uppi hér á Akureyri. En já, ekki meira að bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Pétursson hefur beðið orðið. Ég gerir mig grein fyrir þetta heitir umhverfis- og samgöngustefna á Akureyrarbæjar, forseti og bæjarfulltrúar. Það er allt þarna í sem ég get samþykkt. Og það sem finnst mér svo vont að skuli vera eitthvað einn liður hérna inn sem heitir samgöngumiðstöð sem við vitum við höfum verið að diskutera og höfum ræða. Ég gerir mig alveg grein fyrir þetta er í málefnasamning meirihlutans. Og þið getið gert hvað sem er í krafti meirihluta.
Ég ger mér líka alveg grein fyrir því. En það er rosalega vont að sitja með svona flott plagg og geta valla greitt í atkvæði út af þessu það stendur þarna. Það sem maður þá að samþykja það, við ætlum að reisa samgöngumiðstöð 2018, no matter what. Ef við náum ekki alveg samkomulagi hvar og hvernig og hvenær, þá verður að reisa hana þarna. Mér finnst þetta bara óþægilegt og finnst það bara miður að það skuli standa svona þarna inni og við skulum vera að setja hana þarna inn þegar svona gríðarlega mikil vinna á eftir að framkvæma varðandi samgöngumiðstöðina. Og byggingar sem slíkar finnst mér ekki hægt að standa í stefnunni. Það verður frekar ef það er reist samgöngumiðstöð þá skulum við vera byggt svona til þess að þjóna þessu. En ekki, við ætlum að byggja svona hús ef við ætlum að byggja hús. Það er ekkert samgöngumiðstöð eða samgönguáætlun að gera, finnst mér. Eða umhverfisáætlun, hvað þá heldur. Við munum ekki að svara því alveg að hverju með setja þetta þarna inn. Hvaða hefur með stefnuna sjálfum sér að gera í samgönguáætlun, því að þetta hefur ekki með samgöngun að gera þó að eitt hús byggt. Og ef það er þannig að okkur liggur á verulega mikið á að laga aðstöðuna fyrir landsbyggðarstræti, þá skulum við bara laga hana. Það er hægt að laga hana með miklu ódýrari hátt og koma okkur sátt það. Ef það skapar svona flýtingu á málinu, að þessi hætta sem skapast af hvernig við erum að afgreiða landsbyggðarstræti, þá þurfum við náttúrulega klárlega að laga það strax. Taka hana þá bara lengri inn á planið eða taka hana bara alveg inn á planið. En ég bara hvet ykkur til þess allan að fresta dagsetningur á henni, þó í þessi hlindu samgöngumiðstöðinni. Takk. Bæjarfulltrúi Breki Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst vera komin upp svolítið einkennileg staða. Hér er stefna til umræðu sem er búin að fara inn í nefndir, búin að vera unnin í vinnuhóp með fulltrúum úr öllum flokkum og ég furða mig bara svolítið á því að við erum komin alla þessa leið hingað og þá koma athugasemdir eins og með samgöngumiðstöðina. Og við erum öll búin að hafa tækifæri til þess að við hér inni, búin að hafa tækifæri til þess að skoða þessi plögg og ég er nú ekkert búin að vera neitt rosalega lengi í bæjarstjórn en þegar að við höfum verið að leggja fram svona stefnumiðuð plögg þá viljum við nú hafa sátt hana þannig að fólk geti í öllum flokkum samþykkt svona stefnu. En mér finnst mjög leiðilegt að þessar athugasemdir séu fyrst núna að koma og bara lýsi við ákveðnum vonbrigðum með það. Að það hafi þá ekki komið fram í þeim vinnuhópum og þeirri vinnu sem að búið er að leggja í þetta plagg sem að ég tel vera mjög metnaðarfullt og gott og eins og Dagbjört lýsti hér áðan virtist að hafa verið unnin í sátt. En já, en bara ég vildi bara koma svo framfæri. Ég lýsi við vonbrigðum með þetta því að þetta er hluti, stefnan heitir meðal annars samgöngustefna. Og það hlýtur að getur alltaf verið að við ættum að vera að sleppa því máli inn í samgöngustefnu að hér þurfi að koma upp samgöngumiðstöð. Allavega mín skoðun. Takk fyrir. Sigríður Huld hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að bæta við. Auðvitað það var sátt innan vinnuhópsins þar sem við vorum frá öllum flokkum samgöngumiðstöðina. Bæði þar og líka þegar stefnan er send til allra nefnda og þetta er ekki neitt af því sem kom í athugasemdum til okkar. Þannig að
ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigríði að það er rosalega leiðilegt að fá núna upp þetta af því að þetta hefur ekki komið til tals hvorki í vinnuhópnum né í athugasemdum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gera örstutt hlé á fundi.
Þá höldum við áfram. Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið, vill fá að veita andsvar. Þakka fyrir, forseti, Matthías og bæjarfulltrúar. Ég vil bara svara því og gera grein fyrir því að ég mun samþykkja þessa stefnu. Mér finnst hún í heild sinni góð. Ástæðan fyrir okkur í sitt spurningamerkjum sem margótt komið fram við samgöngumiðstöðin á þessum tímapunkti sú að við vorum að samþykkja fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar lá fyrir viku síðan í heild sinni. Þar satt ég hjá og meðal annars út af þessu ákvæði. Og ég ætla bara að geta samþykkt þessa stefnu en með þeim fyrirvara þessi en þú opið fyrir þessa umræðu. Ég veit að Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sinni, orðið laust. Guðmundur Baldur Guðjónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins þessar tillögur sem hafa komið hér fram breytingatillögur sem hafa komið fram á þessu stefnu, þá ætla ég að lýsa yfir skoðun minni í þessum málum að ég tel að svo setning þarna sem varðandi samgöngumiðstöðina, að byggð verði samgöngumiðstöð, þetta bara í það sem við höfum verið að stefna og stendur í okkar meirhlutasáttmála. Þetta var líka samþykkt í fjárhagsáætlun sem samþykkt var í síðustu viku, þannig að ég mun greiða atkvæði á móti breytingatillögu Sólir hvað það varðar. Varðandi tillögu Gunnars þá hefði ég kannski viljað gera þá breytingatillögu að fella út þarna niðurlagið í breytingatillögunni hans þar sem að hann talar að nota salt í sátt við, ekki með þetta sæmilegri sátt við íbúa. Ég tel það bara vera mjög erfitt í raun að framfylgja því nákvæmlega en ég finnst sjálfsagt að gera skoðanakönnun að vita hvað fólki finnst þessi mál og halda þetta íbúðin sem lengi búið að tala um en hitt hefði ég vilja og legg til að sú setning í setningunni verði felld út. Þannig að ég gerir tillögu það að það fari en aðlöðu ég ekki. Svo að þakka annars fyrir. Takk. Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég er bara svona spá í hvort það sé einhver möguleiki á að koma sátt í þetta mál með samgöngumiðstöðina. Væri hægt að taka út verklokatímann 2018 en halda hinu inni? Út frá því að þá eftir að skoða staðsetninguna, þá eftir að skoða hvað á að vera í þessari samgöngumiðstöð. Ég held sem flest sammála á þörfinni en við erum kannski ekki alveg sammála hvað hún á að vera eða eins og bæjarfulltrúi Preben kom inn á tímann, verklok. Möguleiki á að við getum sest á það sjónarmið? Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, auðvitað fullkomlega eðlilegt að bæjarfulltrúi gera athugasemdir við stefnur og annað slíkt og ef ég hef gefið eitthvað annað til kynna þá finnst mér það miður. Ég lít svo á að þetta hafi hlotið umfjöllun og við sem komum hér til að samþykkja þessa stefnu og fyrir liggja ákveðnar breytingatillögur. Bæjarfulltrúi Eva Hrund kom með þá breytingatillögu að taka út verklok 2018. Ég hugsa að það breyti engu hvort það sé þarna eða sé ekki þarna vegna þess að þetta á áætlun og þetta verður ekkert byggt nema að sé, við erum að skoða þetta og við ætlum að gera þetta
En hvort þetta klárast 2017 eða 2018, það er tíminn einn leiði það í ljós. En þetta er áætlun og gert ráð fyrir því og hún var samþykkt með 6 atkvæðum hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. Varðandi svo ég tjái mig bara út frá mér sem bæjarfulltrúa, þá finnst mér þetta með að byggja eða ekki byggja, sko við erum að tala um að reisa samgöngumiðstöð, hvort hún verður að gera frá grunni eða eitthvað húsnæði breytt, það er eitthvað sem að væntanlega kemur í ljós á næsta ári. Og bæjarfulltrúi Preben Jón kom inn á það að það, þú veist, hann vildi eðlilega að þetta væri greint betur og svoleiðis og það erum við öll sammála um. Ég meina, við erum held ég öll sammála um, ég hef ekki heyrt annað að það komi samgöngumiðstöð. Ég skil það bara þannig. Allavega leyfir mér að skilja það þannig. En svo er bara spurning staðsetninguna og hvernig þetta verður nákvæmlega og ég held að það stöðvi ekki þessa fínu stefnu sem er hér, umhverfis- og samgöngustefnu og mér þetta náttúrulega mjög leitt ef við getum ekki öll staðið á bak við það sko. Varðandi þessa breytingatillögu sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom með, það var fyrirgefiði með aðeins og marga glugga opnað hérna. Mér finnst ekkert að því að það verði gerð skoðunarkönnun meðal íbúa leiður til hálkuvarna og haldin íbúafundur í kjölfarið. En spurning hvort við þurfum að breyta stefnunni til þess. Ég held að við munum vinna með þessa stefnu þannig að það er náttúrulega markmiðið að gera stefnuna að því verkfæri að hún skilu okkur upplýsingum, hún skilu okkur réttri leið og þessum markmiðum. Þannig að hvort það þurfa að breyta þessari stefnu, ég er eiginlega, þú veist, hvorki með eða móti því, sko. Ég er einhvern veginn, mér finnst þessi stefna bara eins og hún kemur fyrir, bara mjög góð. Auðvitað er eitthvað sem við eigum eftir að skoða á næsta ári eða þarnæsta ári, við eigum eftir að vinna í nefndum, ræða út frá þeirra mögulega fyrir þetta í aðalskipulag, mögulega verið að setja inn einhver meiri mælanleg markmið á næsta ári í umfjöllun nefnda. Og það er ekkert sem banna það að það komi inn breytingatillögur á næsta ári menn sjá þess að það vanti að hafa þetta niður nelt að þarna sé búið að ákveða að mæla þennan þátt 3 ári eða svona eða hinsegin. En ég veit að allavega varðandi umhverfismálin þá erum við gríðarlega gott net í gegnum Vestorku. Varðandi stöð okkar, varðandi allt sem við gerum og allt sem við erum sem snýra umhverfismálum í þessu samfélagi. Þannig að mín tillaga er raun og veru bara svo að vera leiðilegi kallinn og segja við samþykkjum það bara eins og þetta kemur til okkar. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil aðeins bregðast við orðum bæjarfulltrúa Matthíasar hér áðan. Sko, við erum ekki að breyta stefnu, við erum að breyta aðgerðaplani og í hálkuvarnarkaflanum þá er talað um að verklok séu á næsta ári. Þannig að við erum að tala um að setja þá inn aðgerð sem að leiðir svo af sér eitthvað annað og það hlýtur að vera þá sko forgangsverkefni að kanna hug íbúa til þessara mála áður en við tökum frekari ákvarðanir málið hvað varðar aðgerðir. Ég get svo sem alveg fallist að þá, ætla ekki að gera athugasemd við það, við fellum út síðasta hlutann þessari tillögu minni, en mér finnst bara mikilvægast af öllu að við gerum þessa skoðanakönnun og höldum hennar íbúafund eins og ég hef margoft sagt áður. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá er spurning að ganga til atkvæðagreiðslu. Það liggja fyrir í raun 2 breytingatillögur eins og ég lít á málið. Þið leiðréttið mig ef það er vitlaust. Annars vegar er það breytingatillaga bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar þar sem að
Hann leggur til í 2.1.11 hálkuvarnir. Aðgerðir gerð í skoðanakönnun meðal íbúa sem leiðir til hálkuvarna og haldin íbúafundur í kjölfarið. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það önnur breytingatillaga sem kemur frá bæjarfulltrúa Sólu Björk Stefánsdóttir, 227 samgöngumiðstöð, aðgerðir, að staðinn fyrir að byggt verði að komi verði upp samgöngumiðstöð þar sem öllum helstu, að komi verði upp í staðinn fyrir byggt verði. Þessi geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki. Það er 6, segja já, einhverju á móti. Fjórir og einn situr hjá. Þá fyrirgefi. Já, fyrirgefi. Þá er það, ég var bara ekki með það skriflegt, fyrirgefi. Það er sem sagt það að breytingatillaga Evu Hrundar Einarsdóttur bæjarfulltrúa er það að verklok dagsetning 2018 sé tekið út og það standi ekki verkloka tími. Í hvaða lið? Fyrirgefi 227 samgöngumiðstöð. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki. Fjórir. Þeir sem eru á móti vinsamlegast gefi merki. Það eru 4 sem eru með og 7 á móti. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þá er það væntanlega þurfum við ekki að greiða atkvæði umhverfis- og samgöngustefnuna svo við höfum þetta með áorðnum breytingum svo við höfum þetta rétt. Þeir sem geta samþykkt umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar með áorðnum breytingum vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt með 11. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 4. lið ferðamálastefna Akureyrarbæjar. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu, tekur til máls og fer yfir ferðamálastefnu Akureyrarbæjar. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Nú liggur fyrir ykkur að samþykkja stefnumótun í ferðamálum fyrir Akureyri fyrir árið 2016 til 2026. Það er allum nauðsynlegt að staldra við hana slagið og líta í kringum sig og ráðfæra sig við aðra hvert skal stefna. Sjálfur kom ég ekki inn í stjórn Akureyrarstofu fyrir ári síðan og þá var vinnan við þessa stefnumótun langt á veg komin. En undanfarna mánuði hefur stefnan verið í yfirferð og frágangi á milli þess sem hún hefur verið til kynningar og yfirlestrar hjá samstarfsaðilum og öðrum nefndum Akureyrarbæjar. Ég ætla ekki að fara mikið út í efnisatriði ferðamálastefnunnar, en það gerir ráð fyrir að viðstaddir hafi kynnt sér hana. Mig langar hins vegar að tæpa aðeins á vinnuferlinu sem ég held að hafi verið vandað og skynsamlega unnið. Ákvörðun var tekin í stjórn Akureyrarstofu í lok árs 2014 að fara í stefnumótun í ferðaþjónustu. Nokkuð hafi verið kallað eftir slíkri stefnu frá ferðaþjónustu aðilum, en þetta var eitt af verkefnum atvinnustefnu sem samþykkt var vorið 2014. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, atvinnufulltrúi Akureyrarbæjar, og María Helena Tryggvadóttir, ferðamálafulltrúi Akureyrarbæjar, tóku að sér að leiða vinnuna. Þeim til ráðgjafar var settur á fót hópur sem í voru. Arnheiður Jóhannsdóttir, fulltrúi Markaðsstofu Norðurlands, Baldvin Valdimarsson, fulltrúi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Bergþór Erlingsson, tilnefndur af Ferðamálasamtökum Norðurlands eystra,
Elías B. Gíslason, fulltrúi Ferðamálastofu, Elva Gunnarsdóttir, fulltrúi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi, tilnefnd af Akureyrarstofu, Kristín Sóley Björnsdóttir, fulltrúi Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, Sigfús Karlsson, tilnefndur af Akureyrarstofu og Sigrún Björk Jakobsdóttir, sem var tilnefnd af Ferðamálasamtökum Norðurlands eystra. Haldnir voru 2 stórir samráðsfundir í Hofi 13. mars og 12. maí 2015 og sambærilegu fundir í Hrísey og Grímsey seinna um vorið. Það er að segja síðastliðið vor. Fundirnir voru auglýstir þannig að allir gætu tekið þátt, auk þess sem leitast var við að fá á fundina fulltrúa hagsmunahópa eins og þá sem starfa í íþróttamálum, menningarmálum og fleiri atriðum. Á hvern fund á Akureyri mættu 70 til 80 manns og vinnan fór að mestu fram í minni hópum samkvæmt þjóðfundaskipulagi. Á fyrri fundinum var gerð svokölluð SWOT-greining en það var stuðst við eldri greiningu sem gerð var í tengslu við atvinnustefnu bæjarins en breytt og bætt eftir atvikum. Unnið var með kort af sveitarfélaginu og skoðað hvar nú þegar væri ferðaþjónusta í boði, hvar mætti gera betur og hvar væri ónýtt tækifæri. Að lokum skrifaði hver og einn þátttakandi fyrir sig framtíðarsýn fyrir Akureyri fyrir árið 2030. Á seinni fundinu var byrjað á því að fara yfir niðurstöðurnar af fyrri fundinum og unnið með þær, búin til undirmarkmið og verkefni. Einnig var beðið sýn hvers og eins varðandi hvert væri hlutverk sveitarfélagsins í ferðaþjónustu og hvert væri hlutverk ferðaþjónustu fyrir samfélagið. Þessu til viðbótar voru drög að stefnunni kynnt á vefnum og öllum boðið að koma með athugasemdir og ábendingar. Auk þess sem hún var send inn til umfjöllunar í nefndum bæjarins. Út af þessari vinnu voru dregin út eftirfarandi megin þemu. Allar árstíðir, innvíðir, vistvæn og græn, menning og útivist. Einnig sérstaklega fjallað Hrísey og Grímsey. Stefnan byggir síðan á þessum þáttum sem meginmarkmiðum og helstu aðgerðum til að ná þeim markmiðum. Nú liggur þessi stefnumótun fyrir og ég held að það hafi tekist vel til með því vinnulagi sem var viðhaft með að kalla eftir víðtæku samráði fyrirtækja og almennings. Má til vill segja að þessi stefnumótun Akureyrar, það er að segja samfélagsins sem við búum í, er ekki eingöngu Akureyrarbæjar. Stefnan er ekki löng en hún er skýr og hnitmiðuð. Ásamt henni verkefnalisti fyrir næsta ár þar sem tilgreint er hvaða verkefni á að vinna og hver ber ábyrgð á að þau gangi eftir. Slíkan lista á að vinna árlega í tengslu við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár á eftir. Einnig verður stefnan endurskoðuð innan gildistímans og það er í fyrsta sinn árið 2019. Annað fylgigagn stefnunar eru tölulegar upplýsingar ferðamennsku á Akureyri en þær mynda að hluta þann grunn sem miðað er við til þess að mæla árangur á stefnunni. Hitan og þungan og eftirfylgni með stefnunni ber Akureyrarstofa sem þarf að halda vel á spilunum til að stefnan gangi eftir og það verði unnið eftir henni. Eftir vill mætti orða það svo að í stað þess að Akureyrarstofa getur nú fleytt rjómann af þessari vinnu þá mun eiga fullt í fangi með að strokka smjörið. Eðli málsins samkvæmt er vinnu sem þessari aldrei lokið og væntanlega eru flest okkar að hugsa til þess af og til hvað við viljum gera og hvers að stefna. Engar síður er nauðsynlegt að setja hugmyndirnar upp með skipulögðum og markvissum hætti og koma þeim í verk. Eitthvað gerist kannski hvort sem er og annað fyrir allt aðra átt og enn annað úreldist og við horfum kannski tilbaka og getum hlegið af því hver fávís við höfum verið eða hver glámskyggn við vorum á framtíðina. Þó ætla ég að leyfa mér að segja að verði framtíðin í ferðamálum Akureyrar nærri því sem þessi stefna gerir ráð fyrir, þá getum við vel við unnað. Takk fyrir og gleðileg jól. Gunnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, vil byrja á því að þakka Unnari fyrir yfirferðina. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að taka þátt í þessari vinnu og vera í ráðgjafahópnum sem stóð bak við stefnuna. Allan tíma var góður samhljómur innan hópsins og gríðarlega góð samvinna og eins og kom fram í máli Unnars að þá komu mjög margir að þessari stefnu
sem ég tel mjög jákvætt þegar við erum í svona stefnumótunar vinnu. En ég verð að hrósa starfsmönnunum sem að komu að þessari vinnu og fyrir metnaðarfullt starf, þeim Albertínu og Maríu Helenu. Bara, mér finnst þetta frábær vinna hjá þeim þó þetta hefur tekið langan tíma og þá finnst mér þetta vandað verk hjá þeim. Síðustu árin hafa verið haldnir margir fundir snúa að ferðamálum og var því lögð áhersla á í vinnu þessari stefnu að nýta þau gögn og það sem til var fyrir. Þannig að var frekar verið að horfa á það að hvernig við ættum að koma þessum verkefnum og þessum markmiðum í framkvæmd. Þannig að það var svona megin vinnan sem við lögðum áherslu á í upphafi. En við lögðum líka strax áherslu á að með þessu yrði gerð aðgerðaráætlun til þess að fylgja þessu stíft eftir og að hún yrði árlega yfirfarin. Og það sem ég finnst ofboðslega jákvætt með þessa stefnu að það strax búið að gera mjög skýra og metnaðarfulla reyndar líka áætlun fyrir árið 2017. En það sem að þarf kannski þá í framhaldinu að það að kostnaðargreina þá verkáætlun því að svona stefnum þarf líka að fylgja fjármagn sem gríðarlega mikilvægt. Eins og við ræddum með hér áðan að þá komum við svolítið nokkur hér inn á töluleg og mælanleg markmið. Það var reynt eftir bestu getu og með stefninu fylgja líka grunngögn sem að unnið var með. Auðvitað ekki hægt að hafa mælanleg markmið í öllum þáttum en það var reynt eins og hægt var. Mér persónulega finnst við Akureyringar búa mjög vel hvað varðar ferðamál. Við erum mörg útivistarsvæði, við erum með Hlíðarfjall og mér finnst við vera að gera margt mjög vel. Til að nefna eins og kemur fram í stefninu að við erum með 30 árlega viðburði í gangi sem mér finnst bara mjög metnaðarfull. En fyrir utan alltaf minni viðburða. Mikill ferðamannastraumur yfir sumartíman. Þess vegna þótti mikilvægt að vera að horfa á jaðartímana og vetrartíman og þannig að stefnan kannski ber þess merki. Það kannski gaman að koma inn á það að það var verið, þegar við vorum að reyna að horfa á gildi fyrir stefnuna, þá var náttúrulega horft til gilda sem fyrir eru, en alltaf einhvern veginn í þessari vinnu kom hjartað upp. Og það er kannski gaman að nefna það, ég fekk upplýsingar um það að það sé nýbúið að halda fundi einmitt hjartað í Vaðlaheiðinni að reyna að koma því aftur í gagnið. Þetta vekir gríðarlega eftirtekt hjá erlendum ferðamönnum sem og innlendum hvað þetta hefur fylgt bænum, eins og bara umferðarljósin, maður að sjá þetta á Facebook síðum erlendra aðila hér og þar úr heiminum, þannig að það var því talið eðlilegt að nota þetta sem eitt af gildunum. En eins og bæjarfulltrúi Baldvin kom hér inn á, þá mikill samhljómur með umhverfisstefnunni og ferðamála stefnunni, en svo það komi hér fram að eitt af megin markmiðum stefnunar er vistvæn og græn og þar var komið inn á það að við erum náttúrulega bæjarbúar hér að flokka eftir bestu getu, að við ættum að ganga lengra og jafnvel að vera með flokkunartunnur í miðbænum eins og kemur fram í umhverfis- og samgöngustefnunni, þannig að það voru ekki sömu aðilar sem voru að vinna þessum stefnum, því kom mér þetta skemmtilega óvart, þessi samhljómur, þannig að bara gaman að koma þess inn á það. Eins var lögð mikil áhersla og mikil umræða var tekin uppbyggingu við pollinn, sem að í rauninni í takt við það sem við höfum verið að ræða uppbyggingu Nökkvasvæðisins, þannig að það verður gaman að sjá það svæði byggjast upp og vonandi verður
þar komin aðstæða fyrir almenning til sjósunds innan tíðar. En eins og ég segi, þetta var skemmtileg vinna, það var gaman að koma að þessu og eins og ég vil bara ítreka hrós mitt til starfsmannanna, þær stóðu sig gríðarlega vel. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir kynninguna á stefnunni. Það er svona ákveðnar áhyggjur sem ég hef af þessu. Það er vegna þess að ég var bara dálítið búin að lesa stefnuna eins og liggur sem drög inn á vef Akureyrarbæjar og þar kemur svolítið fram hverjir eiga að sinna verkefnu. Það er búið að taka það í raun og veru allt út hérna og eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á, þá kostar auðvitað allt peninga og stefnum þarf að fylgja fjármagn og eins og þetta kemur fram þetta plagg sem að liggur til samþykktar núna, þá virkar þetta eins og þetta sé allt eitthvað sem að Akureyrarbær eigi að gera. Það er margt annað sem kostar ekki mikla peninga og það er reyndar stendur í stefnunni þarna hlutverk sveitafélaga, ef ég má með leyfi forseta að lesa aðeins upp á stefnunni, hlutverk sveitafélaga í ferðaþjónustu er jafnframt nokkuð slungið. Þau eiga að skapa aðstæður þar sem ferðaþjónustan getur vaxið, auk þess að styðja beint við greinina, meðal annars með þátttöku í markaðssetningu sveitafélagana og landshlutana. Og við höfum náttúrulega rætt hérna í umræðum fjárhagsáætlun og við erum hérna endalaust að ræða peninga og við ræðum líka lögbundin hlutverk sveitafélaga og svo hlutverk sem við veljum að sinna eða verkefni og þarna er þetta sett fram eins og við lítum á þetta sem okkar hlutverk að ferðamálunum og en ekki kannski, ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið dálítið tilætlunarsemi bara við bæinn. En sem kemur kannski líka því að og ég er alveg sammála Unnari það að þetta er vel unnið og það er gott að fá fólk víða á samfélaginu til þess að vinna svona stefnur, en hins vegar þá þarf náttúrulega og þurfum við auðvitað sem berum ábyrgð á rekstri bæjarins að fara pínu varlega með hvað við erum að samþykkja sem að getur falið í sér útgjöld. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði kannski að því að eins og ég sagði, sumir kaflar í stefnunni finnst mér bara mjög góðir og í mínum huga er kannski hlutverk bæjarins einmitt svolítið eins og kemur víða fram í stefnunni, það er að vera einhvers konar svona utanumhald, halda utanum gögn og upplýsingar og halda utanum svona fundi og samstarf. Þarna er ég alveg fullkomlega sammála, ég er algjörlega hlutverk bæjarins. En eins og til dæmis þarna sem að kemur fram að leggja skuli meiri áherslu á Hlíðarfjall sem einn af helstu seglum Akureyrar allt árið. Til þess þarf náttúrulega ákveðna uppbyggingu. Og ég velti fyrir mér ef ég samþykkja þessa stefnu er ég þá að samþykkja uppbyggingu í Hlíðarfjalli því það mál liggur ennþá á borði atvinnuþróunarfélagsins sem spurning frá okkur hér í bæjarstjórn, hvaða möguleikar eru til útvistunar og þeim rekstri. Þannig að mér finnst þetta, þetta er alveg flott sett upp en kannski svolítið, ég hefði viljað hafa plaggið aðeins þurrara og einmitt bara meira í anda stefnunar sem vorum að ræða hérna áðan, þar sem eru bara aðgerðir og þá í kjölfari hver ber ábyrgð á þeim. Ég held að sé ótrúlega mikilvægt að hafa það með inni. Rafræn þjónusta Akureyrarbæjar verði eldfrekar hvað snýr að upplýsingu til ferðamanna, myndabanki styrktur og rekstur upplýsingamiðstöðvarinnar styrktur. Frambúð námskeiðum fyrir starfsfólki ferðaþjónustu verið aukið. Ég bara velti fyrir mér hver er að fara að borga fyrir þetta og getum við alveg samþykkt eitthvað sem við höfum engan verðmiða á. Þetta eru bara svona spurningar sem ég vil velta hérna upp og er gott að heyra svör
Þarna aftur samgöngumiðstöðin og þarna inn í stefnunni búið að bæta við að tillit skuli tekið til þarfa ferðaþjónustunnar. Þarna erum við ennþá aftur, við erum að mínum að ekki búin að full þarfa greina þessa framkvæmd sem að samgöngumiðstöðin Í þeirri þarfagreiningu sem við höfum undir höndum, sem að Fasteignir Akureyrar gerði í haust, þá svona sett upp raun og veru 2 sviðsmyndir þar sem annars vegar verið að þjóna bara almenningssamgöngum en hins vegar verið að þjóna ferðaþjónustunni og þar kemur fram að ef að eigi að þjóna ferðaþjónustunni eins og þarfir hennar koma fram í þeirri greiningu, þá það svæði sem búið að deiliskipuleika hérna fyrir norðan Ráðhúsi fyrir samgöngumiðstöð ekki nægilega stórt. Þannig að það heilmikið eftir einhvern veginn bara vinna eftir í sambandi við þessa ákvörðunartöku varðandi samgöngumiðstöð og mér aftur bara í þessari stefnu óþægilegt að hafa hann einhvern veginn svona mikið inni. En ég vil endilega heyra að því eins og Unnar sagði, þetta raun ferðamálastefna Akureyrar en ekki Akureyrarbæjar, en við sitjum samt hérna og samþykkjum eitthvað plagg sem að ekkert inn í plagginu finnst mér benda til annars en að við séum að samþykkja stefnu Akureyrarbæjar og það pínu það sem að ég fæ bara svona kalda fætur, má segja. Takk. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir sem hér hafa komið upp bara fagna því að þessi stefna sé komin á koppinn eins og einhver segir. Þetta greinilega vel unnin stefna og ég get alveg tekið undir þakkir fyrir vel unnið verk til þeirra sem í hópnum sátu og sem starfsmönnum. Það líka búið að setja þessi stefnu upp á mjög skemmtilegan hátt, það hefur alltaf áhrif. Ég ætla ekki að endurtaka mikið af því sem hér hefur komið fram, en þessi stefna góð, hún vel unnin, hún markmiðsett, það eru sett viðmið þar sem það hægt og mælanleg markmið sem ég held að skipti máli. Það tekið á flestum þáttum og með stefnunni fylgja þarna upplýsingar, mjög fróðlegar upplýsingar, tölulegar upplýsingar sem að ég vona komi til með að fylgja stefnunni og verði opinberar með henni inn á vef Akureyrarstofu, Akureyrarbæjar, sem ég held að skipti miklu máli. Og þar náttúrulega kemur fram hvort við erum að ná þeim markmiðum eða viðmiðum sem við setjum okkur. Það líka annað plagg þarna inn á gáttinni sem að skiptir miklu máli og það eru verkefni ferðamálastefnu fyrir árið 2017. Ég verð að segja það að formaðurinn tók nú þannig til orða hér áðan, formaður Akureyrarstofu, að það væri komið, það mætti eiginlega segja það, að væri búið að drekkja Akureyrarstofu í verkefnum tengslega við þessa stefnu og ég sé nú ekki betur. Þetta ótrúlega mörg verkefni sem ætlunin að fara í og ég vona það gangi en þetta verður mikið. Og þar náttúrulega hluta til komin til móts við þar sem að bæjarfulltrúi Sólveig Björk var að nefna hér áðan, þar eru verkefnin ábyrgðarsett. Inn í verkefni ferðamálastefnu fyrir árið 2017 og ég geri ráð fyrir því að slík verkefnaskrá verði gerð fyrir hvert ár á meðan þessi stefna í gildi. Og þá verði þau ábyrgðarsett með sama hætti og geri þá líka fastlega ráð fyrir að þetta veri grunnur að starfsáætlun Akureyrarstofu til framtíðar einnig. Það sem að kemur nú oft upp í umræðum stefnumörkun bæði stofnana og sveitarfélaga, það þetta að stefnu fylgi fjármagn, þannig að sé þetta framkvæma það sem á að gera. Mér finnst þú oft gleyma því að þegar við erum að setja stefnu, þá erum við að skerpa á sýn, við erum að skerpa á ramma og við erum að skerpa á markmiðum. Við erum að taka ákvarðanir það hvað eigi að gera. Og það nú þegar töluvert fjármagn inn í þessu málaflokki að einhverju marki og það hlýtur líka að vera hluti af stefnumörkuninni að velta því fyrir sér
hvernig nýtum við það fjármagn sem fyrir öðruvísi. Við hljótum að vera að gera það. Síðan þarf náttúrulega að skilgreina það sjálfsögðu líka hvað þarf til viðbótar ef það verið að fjölga, breyta eða bæta við verkefni. Þannig að það eitthvað sem þarf þá að taka tillit til, en ég held að stóra málið sé oftast nær það tekst okkur að breyta starfsháttunum inn í þeim stofnunum sem við erum að tala stefnumörkun fyrir. Og það eitthvað sem þarf náttúrulega að skoða í þessu samhengi. Svo get ég ekki orða bundist yfir einu verkefni sem að ég reynda að sá hvergi, en það annað mál. Það eru snyrtingar fyrir ferðamenn. Þetta alltaf umdeilt mál í bæjarfélaginu og menn skrifa þetta töluvert, sérstaklega á stærsta ferðamannatímanu sem sumarið. Og það hefur mikið rætt snyrtingarnar undir kirkjutröppunum og þær sé ekki opnar og það sé hvergi aðgengja snyrtingum fyrir ferðamenn. Nú liggur það alveg ljóst fyrir að það aðgengja snyrtingu fyrir ferðamenn bæði í Hofi og eftir því sem ég best veit líka í Ketilhúsinu sem eru hvorttveggja stofnanir á vegum Akureyrarbæjar. Hins vegar þarf kannski að skilgreina þetta og fara að bregðast við þessum ábendingum þetta mál, því að ég held þetta sé frekar neikvætt í umræðinu. Ég tel að sé alveg hægt að leysa þetta mál, við höfum tekið þetta til umræðu bæjarráði nokkru sinnum og það hlýtur að vera til einfalt mál að bara taka ákvörðun það hvernig þessu máli verður háttað, bara yfir höfuð, koma þess út á borðinu. Við höfum rætt það ekki að semja við veitingaaðila og aðra slíka sem að gætu hugsanlega opna sína snyrtingar gegn einhverju gjaldi fyrir þrifið eitthvað í þá veruna ef að það málið. En ég held að þetta sé eitt af því sem við ættum að klára núna fyrir næsta sumar þannig að við komumst út úr þessari umræðu. En eins og fram hefur komið, allavega í bæjarráði, ég veit ekki hvort það hefur komið fram opinberlega, þá erum við allir líkindum ekkert að opna þessar snyrtingar undir kirkjutröppunum aftur. Það þarf bara að fara í alltaf mikla breytingar og kostnaðarsamar til þess að það gangi upp, þannig að við verðum að finna aðra lausnir. Þetta nú bara örlítið mál, en ótrúlega stórt samt. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi, sagði einhver. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir enn aftur fyrir flotta stefnu og þakka fólkinu öllum sem kom að henni. Gaman líka að fá svona stefnu með fullt af myndum. Mér finnst það alltaf gaman að lesa svoleiðis stefnur. Þó ég sé að samþykkja þessa stefnu þá tel ég ekki vera að samþykkja einhverja fjárútlát. Ég held að það sé einhver sem við höfum eftir að koma að seinna. Ég gerir allan ráð fyrir því. Þó að þessi stefnt að Akureyri kannski komi á þessum hlutum þá sé ekki endilega að þeir þurfa að kosta þá. Ég lít allan þannig á það. Uppbyggingu í Hlíðarfjalli, það mál sem við á eftir að fara í. Þó við ætlum að koma því á og það spyrjum hvernig það verið fjármagna. Það sumur á öll eftir að fara í gang. Ég lít allan þannig á það að ég sé ekki að samþykkja einhver fjárútlát þó við sé samþykkja þessu stefnu. En mér langaði að koma með breytingartillögu. Öllum óvörum þá ætla ég að ræða samgöngumiðstöðina. Að verði samræmt þessar tvær stefnur sem við vorum að samþykkja á þann. Það var samþykkt á þann að breyta orðalaginu þannig að það verði sagt að komi verði upp samgöngumiðstöð í þessari stefnu, kafla 2, lið 4, þá stendur byggð verði samgöngumiðstöð að sé orðað eins að komi verði upp samgöngumiðstöð fyrir ferðaþjónustu, komi verði upp samgöngumiðstöð sem tekið tillit til þarfi ferðaþjónustunnar. Við erum náttúrulega fyrst og fremst að byggja samgöngumiðstöð fyrir þarfir Akureyrar en það sjálfsögðu þarf hún að vera fyrir þarfir ferðaþjónustunnar líka og það bara allt sem við höfum eftir að taka umræðu og ég hvet þá allan að við gerum þess að þegar við gerum þessu samgöngumiðstöð að við leysum klósettmálinu í leiðinni. Það væri hægt að hætta þeirra umræðu. En annars takk.
Bæjarfulltrúi Bjarni Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og fram kom í góðu yfirliti frá formanni Akureyrarstofu að þá var sá sem hér stendur í bakhóp og fekk örlítið að fylgjast með og taka pínlítið þátt í þessari vinnu og hún var mjög ánægjuleg. Ég lít svo á að flest þessara verkefni sem hér eru nefnd eru fjármögnuð. Allavega stærstu liðin, hér er talað fráveitu og fleira sem að ég gerir ráð fyrir að sé búið að afgreiða hér í bæjarstjórninni. Varandi Hlíðarfjall þá verið að ræða um nýja lyftu og hvernig hún verður fjármögnuð, þannig að það verkefni sem er annars staðar. Fleiri verkefni eru þarna, hér nefnt verkefni sem gengur undir vinnuheitinu Arctic Circle Route. Það verkefni sem hefur verið fjármagnað af uppbyggingarsjóði. Þannig að ég held að flest það og vonandi allt sem hér kemur fram rúmist innan þeirra fjármögnunar sem þegar hefur verið samþykkt hér í bænum og annar staðar. Ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram og nota þetta tækifæri til þess að þakka Albertínu og Helenu fyrir frábært starf og vil undirstrika það sérstaklega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar líkt og aðrir að þakka fyrir skýra og greina góða stefnu. Hún er stutt og hnitmiðuð og skemmtilega aflestrar. Það er nefnilega þannig að Reykjavíkurborg varð ekkert vinsæll ferðamannastaður af því bara. Þeir settu sér stefnu, unnu að henni, unnu uppbyggingu innviða hjá sér og fór í samræmt kynningarstarf sem var til þess að þetta verið sífellt vinsælli ferðamannastaður. Og því fagna ég þessari ferðamálastefnu okkar því að við stefnum einmitt að því líka að auka ferðamannastraum hingað til bæjarins. En þegar ég las þessa stefnu þá svona greindi ég það, ég vildi allavega greina rauða þráðin í þessa stefnu væru svolítið mikið íþróttamál. Íþróttamannvirkin og aðstæðan sem við höfum skapað hérna í bænum í gegnum tíðina með uppbyggingu þessara svæða. Sundlaugin, Hlíðarfjall, ég leyfi mér nefna Kjarnaskó og fleiri mannvirki sem eru hérna sem skapa aðdráttarafl og samlegðar áhrif hérna í bænum. Og ég held að við þurfum líka bara að skoða þetta þegar það kemur til tals að byggja upp eða viðhalda íþróttamannvirkjum hérna, að við höfum þetta í huga líka því þetta skiptir virkilega máli. Og það er sífellt meiri aukning líka á, hvernig ég orða það, ferðaþjónustu fyrir íþróttaiðkendur. Það er allskyns viðburðir sem við höldum hérna. Svo má nefna Icelandic Winter Games, Icelandic Summer Games og við erum með stórt golfmót hérna, fótboltamót og fleira sem við gætum ekki búið upp á ef við hefðum ekki þessa aðstöðu. En ég vil bara, líkt og flestir, þakka bara fyrir góða stefnu. Bara ekki fleiri bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Einmitt, kannski það bara misskilningur hjá mér að þetta geti verið kostnaðarauki og við skulum bara gera ráð fyrir þetta rúmist allt innan svona þess fjár sem sett í málaflokki núna og ég vil sérstaklega auðvitað tekundi þakki til þeirra sem unnaða stefnunni að því auðvitað stór hópur fólks víða bara að úr bænum sem hefur tekið þátt í því og það er bara mjög þakkavert auðvitað þeirra starfsmanna sem hér hafa verið nefndir. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir að tengja þetta inn í umræðuna með alla þessa uppbyggingu á íþrótta- og útivistarmannvirkjum sem hér hefur verið og hvernig þetta nýtist einmitt málunum. Af því að það er náttúrulega þannig að í bæ eins og okkar þá er flest af því sem að draga í raun og veru fólk til bæjarins hefur verið byggt upp af bæjarbúum
og ég ætla bara að segja að það ekkert smáræði. Og það auðvitað uppbygging í gangi núna og eins við ræddum auðvitað þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlunina í síðustu viku að þá einmitt margt af því sem að fellur svona í okkar bókum undir íþróttamál sem að ætti í raun og veru miklu frekar að falla undir flokkin ferðamál. Og bærinn hefur verið að ekki bara byggja upp aðstöðu, heldur líka allt þetta viðhald, allur snjómokstur, hreinsun gatna, sláttur, hirðing, það að halda bænum svona fallegum og aðgengilegum, þetta svo mikilvægt. Og mér finnst stundum eins og þetta sé ekki alveg metið svona til fulls af ferðaþjónustaaðilum. Mér finnst ofta eins og mér finnst ég heyra allt oft svona að bærinn sé nú bara ekki að standa sig nú vel en bærinn búinn að standa sig alveg frábærlega í uppbyggingu og bæjarbúar, þetta eru peningar bæjarbúa sem eru notaðir í þessu uppbyggingu og mér finnst mjög mikilvægt að við hugsum það nefnilega líka því að við og þetta svona í stóra samhenginu hvert hlutverk bæjarins í bara atvinnulífinu að þá hlýtur að því að hver sá sem að stofnar fyrirtæki hann stofnar það væntanlega utan einhver hugmynd sem að nýtir einhverju auðlind sem að getur þá verið eitthvað sem til staðar og eins og í tilfelli ferðaþjónustunnar hugsanlega einhver mannvirki sem til staðar eða getur verið auðlind eða getur verið mannauður og það sérst þetta tvennt þá það yfirleitt starfsfólk og einhver auðlind og stundum þetta tvennt sami hluturinn og þetta að mínu mati það mikilvægasta sem við í bænum gerum við sjáum til þess að hér búi fólk sem ánægt og líður vel því að það fólk góðir starfsmenn og auk þess einmitt að sérstaklega í tilfelli ferðaþjónustunnar þannig spilar þetta bara mjög vel saman þar sem íbúar vilja vera þar vilja ferðamenn líka vera og gott að taka Reykjavík sem dæmi vegna þess að þar hefur nú kannski mætti kannski bara stýra aðeins betur vegna þess að það auðvitað mikið kvartað kannski offjölgun ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur og ég vona að við berum gæfu til þess að kannski stýra þá okkar fjölda betur. Við þurfum hugsanlega á einhverjum tímapunkti að fara að setja kvóta á og eins og Reykjavíkurborg hefur gert að setja kvóta á fjölda til dæmis gistirýma eða húsa í miðbænum eða veitingarhúsa. Við auðvitað þurfum að stýra þessu og það rosa gott að hafa einmitt Reykjavík og gott að hafa nefnt gott að hafa það svona bæði til fyrirmyndan líka svolítið sem víti til varnaðar. En ég tek undir breytingartillögu Prebens að sjálfsögðu og hef fullan huga á að samþykkja þessa stefnu. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins til þess að beina athyglinni að einum þætti í þessari stefnu sem finnst athyglisverður, eins og margir aðrir svo sem. Það í kafla 2 innviðir. Það talað í 6. lið. Leita verði eftir fjárfestingu einkaaðila í afþreyingar möguleikum sem hafa mikið aðdráttarafl þannig að meirihluti ferðamanna heimsæki eða nýti sér. Þetta kannski ágætt umræðefni í tengslum við þessu stefnu og þetta markmið sem sett fram hér. Við vorum að ræða á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við vorum að afgreiða fjárhagsáætlunina. Notkun til dæmis á Ketilhúsinu, það kom til að setja þar upp norðurljósa miðstöð og það kannski eitthvað sem einkaaðilar gætu nýtt sér. En það sem að kannski vantar þá, ef að þetta eitthvað sem við viljum fara að gera, þá búið að taka einhverja pólitíska afstöðu til þess, hversu langt bæjarstjórn tilbúin til að ganga í þessa veru. Ef það kæmi nú, eins og var aðeins rætt og fundi okkur sjálfstæðismenn í gær, það kæmi nú bara allt í einu tilboð. Já, til dæmis frá þessum Ratcliffe
skulum við bara segja, sem var að kaupa Grímsstaði, kemur bara hérna tilboðin það að hann væri tilbúin til að taka sér Hlíðarfjall, Sundlaugin og Hof, bara í einkarekstur, greiða fyrir það góða fúlgu og við mistum það sem nú rekstri en það er gert í samvinnu við bæinn. Er það eitthvað sem menn væri tilbúin til að ganga inn í? Hvar höfum við dregið línurnar hvað þetta varðar? Erum við tilbúin til þess að taka umræðuna og taka afstöðu til tillagna eða tilboða sem kæmu hugsanlega til okkar hvað þetta varðar? Ég held að ég er bara svona aðeins að vekja athygli á þessu vegna þess að þetta er eitthvað sem að ég er alveg handviss að við munum standa frammi fyrir innan tíðar eða forra ára og ég held við ættum aðeins að velta því upp hérna pólitísk hvað við erum þá tilbúin til að ganga langt. Ef menn er ekki tilbúin til að ganga nema mjög stutt þá er það bara nákvæmlega það sem menn þurfa að taka ákvörðun og segja bara strax. Við erum í sjálfu sér hérna að gefa undir fótinn með ýmislegt sem ég held við séum ekki búin að ræða í botn. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara varða að koma upp því að það var skotið af mér hér smá tölvupósti með aðila sem fylgist með fundinum. En mér langar að minnast á samgöngumiðstöðina einaferðina því að mér var hér sent, ef ég má með leyfi forseta, vísa í sérrit dags á 100 ára afmæli bæjarins 1962. Innan tíðar verður sennilega komið upp myndarlegri ferðamiðstöð í bænum þar sem innlendir og erlendir ferðamenn og hvort sem þeir koma með skipum, bifreiðum eða flugvélum til bæjarins fá alla þá fyrirgreiðslu sem menningarlegur bær getur besta veitt. Bara svona með tilliti til þess hvort við höldum 2018 inni eða ekki. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði svona bara rétt aðeins kannski að fá skýringar hjá bæjarfulltrúa Preben en hann kom fram með tillögu að bókun að komið verði upp samgöngumiðstöð sem tekið tillit til ferðaþjónustunnar. Ég er svona ekki alveg að átta mig á þessu í rauninni, þú veist, ég stend þeirri trú að þar sem að er gert ráð fyrir henni núna, þar hafi verið gert tillit til þess, að tekið tillit til ferðaþjónustunnar. En ég kannski eitthvað að misskilja þetta, en það var gerð þessi þarfagreining og fyrir liggja 2 tillögur sem þarf kannski taka afstöðu til í vinnuhópnum. En ef að bæjarfulltrúi Preben geti kannski aðeins svarað þessu, þá þætti mér vænti það. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég er bara að taka afstöðu til orðsins að byggðverði. Hitt stendur í stefnunni. Og að breyta orðalaginu þannig að við séum samræma báða stefnu sem við vorum að samþykkja áðan. Að komið verði upp. Að við séum ekki tala í kross. Það var bara það sem ég var að benda á. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggja ein breytingartillaga fyrirgefið. Ekki rétt skilið. Þá er ég með hana að í liðnum er kafli 2 liður 4 að þar stendur biðverður samgöngumiðstöð þar sem tekið er tillit til þarfa ferðaþjónustunnar. Því verið breytt. Breytingartillaga er þessi að
komið verði upp samgöngumiðstöð þar sem tekið tillit til ferðaþjónustunnar. Þeir sem geta greitt atkvæði þess að styðja þá breytingu við sem gefi merki. Það eru 6. Þeir sem eru á móti þá legg ég fram ferðamálastefnu Akureyrar með áorðnum breytingum. Þeir sem geta stutt það sem gefi merki. Það er með 11 atkvæðum. Þá er það 5. liður, samgönguáætlun. Það er tillaga hér að bókun sem að ég les. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar gerir alvarlega athugasemdir við frumvarp til fjárlaga 2017 sem nú liggur fyrir Alþingi. Það vekur furðu að í frumvarpinu er ekki tekið tillit til nýrra samgönguáætlunar sem samþykkt var samhljóða á Alþingi 12. október síðastliðinn. Af því leiðir að ekki er gert ráð fyrir fjármagni frá ríkinu til kaupa á nýjum hafsögubáti fyrir Hafnasamlag Norðurlands, þrátt fyrir að nú liggi fyrir tilboð í smíði bátsinn sem búið er að samþykkja og bíður undirritunar. Ekki er heldur gert ráð fyrir fjármagni til að ljúka gerð Dettifossvegar sem allir eru sammála að sé lykil framkvæmd í uppbyggingu innviða fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi eystra. Þá er heldur ekki gert ráð fyrir fjármagni til að ljúka gerð flughlass við Akureyrarflugvöll sem er mikilvægt verkefni vegna flugöryggis yfir Íslandi og atvinnuuppbyggingar Akureyri. Það er algjörlega óviðunandi að ekki sé staðið við þær ákvarðanir Alþingis sem að fjármagna þessar framkvæmdir í fyrirliggjandi frumvarpi til fjárlaga 2017. Hér er að ræða verkefni sem nú þegar er byrjað á og langt komin í tilboðsferli og algjörlega óásættanlega ekki tekið til í frumvarpinu. Orðið er laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aðeins fylgja þessari bókun eftir með örstuttu máli. Það er náttúrulega grafalvarleg staða sem ég stöndum frammi fyrir í dag ef þessi verkefni komast ekki inn á fjárlög. Það eru fjöldi aðila búin að í raun og veru koma sér í þá stöðu að það hangir allt, eða stendur allt og fellur í sjálfu sér með því að þetta fari inn í fjárlög og þetta komist í þessi verkefni. Og þetta með hafsögubátinn er náttúrulega grafalvarlegt mál því að það er gengið út frá ákveðnum forsendum sem menn hafa talið að væru trygg og ég treysti því að sjálfsögðu að hafsögubáturinn verði inn á fjárlögum og það kemur eiginlega bara ekkert annað til greina. Það er náttúrulega verið að vinna í því núna í fjárlaganefnd að laga fjárlögin til. Ég gerir ráð fyrir því að þessi fjárlög séu eins konar embættismanna fjárlög og hafi kannski ekki verið mikil pólitísk sýn í vinnu þeirra þar sem að kosningar stóðu yfir hérna í haust og þar fram til götum. En það er þeim mun alvarlegra að menn skuli þá ekki hafa horft til þess að ný samgönguáætlun er samþykkt í byrjun eða undir miðjan október á síðastliðin. Og fjárlögin koma síðan fram núna í byrjun desember og það er ekki tekið tillit til þessara þátta, bara stórundarlegt mál. Og það er alveg ljóst að ef að Dettifossvegur kemst ekki inn á áætlun og okkur fáum ekki þennan hring sem við hefum verið að tala þennan svo kallaða demanshring, þá erum við bara í alvarlegu málum hvað varðar svona innviða uppbyggingu ferðaþjónustunnar hérna á Norðurlandi eystra. Það er ekki bara Akureyringar sem að hafa hag af þessu, þetta kemur við alla íbúa á Norðurlandi eystra. Og það er margbúið að álykta þessi mál og ég bara skora á okkur öll að samþykkja þessa bókun og standa einhuga að baki henni. Takk.
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara kannski taka undir það sem bæjarfulltrúi Gunnar kom hér inn á, mikilvægi þess að þessi bókun fari frá okkur og ég er sannfærður að þessi bókun verður samþykkt hér með öllu greiddum atkvæðum vegna þess að við höfum staðið sameiginlega að þessari bókun og þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og þetta svæði okkar og við þurfum bara að koma sterk fram saman og koma skoðunum okkar á framfæri við stjórnvöld og það er alveg, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, alveg forkastanlegt að þessi máli séu komin í þennan farveg sem þau eru í dag. Það er margt sem að menn eiga mikið undir í þessu málum og það er mjög mikilvægt að Alþingi fylgi þessu eftir. Það var búið að samþykkja að við héldum, þannig að mér finnst þetta bara hnífstunga í baki á okkur ef af þessu verður ekki. Þannig að þessu verður að koma á framfæri við okkar ágætu þingmenn og við vonum innilega að menn komi þessu máli í gegn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Sigríði Huldu Jónsdóttur að taka við stjórnarfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get tekið undir allt það sem hefur komið fram hérna. Mér finnst þetta alveg ótrúlegt, þó svo að það hafi verið kosningar og það hafi verið, þá er væntanlega einhverjir þingmenn eða einhverjir aðilar á Alþingi núna að leggja fram þessa fjárhagsáætlun. Og ég heyrði ekki betur en að allir þingmenn kjördæmisins höfðu talað fyrir og verið stoltir af því sem væri búið að nást í gegn í samgönguáætlun. Og fóru hér sveitir og töluðu jákvætt þetta og ætluðu að halda áfram litu þannig á að þetta væri orðinn hlutur. Og auðvitað vitum við að þetta er alltaf háð því að það sé samþykkt, en þetta var komið inn í fjárhagsáætlun. Og þess vegna finnst mann þetta alveg gríðarlega miður að þetta að við séum að horfa á þetta núna, að það sé einhver óvissa þessa hluti. Og jafnvel sé þetta ekki inni, ég meina, maður heyrir það að þetta sé ekki inni, en vonandi næst þetta í gegn, þess að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir allt samfélagið, ekki bara okkur, heldur allt samfélagið í Ísland, að þetta byggist upp hérna, þessi starfsemi sem snýr að ferðaþjónustu, sem snýr að því að vera með öfluga innviði hér á Norðurlandi eystra. Og ég trúi ekki öðru og ég skora á alla þingmenn, og þó sérstaklega okkar þingmenn, að sjá til þess að þetta náist í gegn, að við fáum ekki að heyra það hvort sem það verður á Þorlák eða daginn fyrir áramóti eða hvenær það er sem það fjárlög verður samþykkt, að þetta sé ekki inni, vegna þess að þetta skiptir öllu máli. Þetta er bara þetta mikilvægasta sem þessi þingmenn örugglega fást við á næstu 6 til 12 mánuðum. Þannig að ég treysti á okkar góða fólk að þau öll sem einn standi á bakvið þetta og tryggi það að þetta náist í gegn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórnfundarins. Orðið er laust. Þá göngum til atkvæðagreiðslu framlagða bókun. Þeir sem geta samþykkt hana, vinsast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er að næst 7. dagskrárliður orkumál á Akureyri. Fyrir okkur liggur
í raun umræða og bókun að ég byrjaði að lesa upp bókun sem er svona, hvað segja, við höfum ekki náð að mynda okkur eina sameiginlega bókun. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur komið með breytingatillögu frá bókunni sem við vorum svona að sendast á með áðan. Ég ætla að fá að lesa þessa bókun upp og við tökum svo bara umræðu og fólk að sjálfsögðu kemur með mögulega breytingatillögur þessa bókun eða ekki. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norðausturlandi, auka afhendingaröryggi og styðja þannig við eðlilegan vöxt atvinnulífsins. Ljóst að nú þegar ástand þessara mála orðið mjög alvarlegt í Eyjafirði. Ef ekki verður að gert næstu árin skapast, hef grunum að ég sé að lesa upp ekki rétta bókun, ég beðst afsökunar á því. Það er búið að vera alls margt í gangi nú undanförnum mínútum. Ég ætla að fá því leiðrétti mig ef ég ekki að lesa upp síðustu bókunni sem fór á milli okkar áðan. Ég held bara áfram með þetta fyrirgefi. Ef ekki verður gert næsta ári skapast neyðarástand á svæðinu með þá uppbyggingu sem nú á sér stað. Mikilvægt í þessu sambandi að vinna krafti að uppbyggingu á Hólasandslínu 3 sem og Blöndulínu 3 þrátt fyrir að sú lína hafi verið sett tímabundið í bið í nýrri kerfisáætlun Landsnets. Jafnframt leggur bæjarstjórn áherslu á að mikilvægi þess að sveitarfélögin á Norðurlandi hægi skipulagsvinnu þannig að hægt verði að vinna framþróun framkvæmda við þessar líflínulagnir. Akureyrarkaupstaður mun endurskoða aðalskipulag sitt við endurskoðun aðalskipulags sem nú er í gangi kappkost að eiga gott samstarf við Landsnet leiðir fyrir raflínu í gegnum bæjarlandið. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get að hluta til, ég get í raun að veru tekið undir þessa bókun. En ég myndi vilja bæta við hana og það er vegna þess að ástæðan fyrir því að þessi bókun er lögð fram, það er bara best að ég taki að mér reifamálið, að hér hefur auðvitað verið bara skortur á raforku hér í Eyjafirðinum og hefur verið til umræðu í bara nokkur ár allavegana. Og ástæðan er sú að Landsnet hefur ekki getað klárað áætlanir sínar að byggja Blöndulínu, það sem kallaði Blöndulínu 3 sem að liggur frá Blöndu í gegnum Skagafjörðinn og Hörgársveit og hingað til Akureyrar. Og það sem að hefur staðið í veginum er í raun og veru að hluta til jarðeigendur og bara einfaldlega sveitarstjórnir í þessum sveitum. Og við erum má segja innan gæsalappa fórnarlambið í þessu, allavega fyrst mér svona við stundum í þessari umræðu eins og kemur alltaf fram í þessari bókun þar sem sko ástandi orðið mjög alvarlegt og ekkert verður aðgert, skapast neyðar ástand á svæðinu. Ég er ekki viss að ég ætla bara að taka sem dæmi íbúar í Aleppo og myndu vera samþykkir þessari skilgreiningu, en ég meina að það er bara svona neyðar ástand það er greinilega bara svona mismunandi mat hjá fólki hvað telst sem neyðar ástand. En það er mikilvægt fyrir okkur að fá orku inn á svæðið, en það er hins vegar ekki í okkar höndum að leysa málið. En við sem bæjarstjórn getum beitt okkur eins og vorum að gera bara í málinu undan með því að senda frá okkur bókanir og tilmæli af ýmsum toga. En það sem er vandamáli við þessa bókun er að í þessu máli eru 2 aðilar sem deila, það er að segja 2 hlíðar máls. Það er Landsnet annars vegar sem hefur þá skyldu og sinnir henni vel að
leggja raflagnir, leiða rafmagn á milli landshluta og til notenda frá framleiðendum með sem hagkvæmustum hætti. En á hinum endanum, hinum megin borðsins, fólk sem hefur kannski, má segja, aðrar áherslur. Og ég meina, og það bara svo misjafnt, alveg eins og það misjafnt hvað við teljum vera neyðarástand, að þá líka misjafnt hvað við teljum vera hagkvæmt og hvernig við metum verðmæti. Og við verðum að átta okkur á því að það fleira í þessu heldur en bara peningar og einhver mótþrói. Og mér finnst í þessari umræðu við Akureyringar og jafnvel Eyfirðingar, því að það verið haldnir ótal fundir málið, svolítið hafa gengist inn á það sem fórnarlömbin í þessu neyðarástandi, verðandi neyðarástandi víst, að þrýsta á aðra hliðina að gefa eftir, svo við getum fengið það sem við þurfum. Og það finnst mér bara, eins og ég segi, Landsnet hefur bara skýrt skilgreint hlutverk sem bara huga ákveðnum þáttum, á meðan að á hinni hliðinni eru aðrir þættir sem annað fólk og önnur aðrar stofnanir eins og sveitarfélög og ýmis félög standa fyrir. Þess vegna vil ég leggja til að við bætum við þessa bókun sem að forseti las upp áðan og allir muna frá orði til orðs, efast ég ekkert að við tökum punktinn sem að stendur fyrir aftan í gegnum bæjarlandið og bætum við og hvetur stofnunina, þar á ég auðvitað við Landsnet, til að leggja sig fram við að ná sátt lagningu línana við þá aðili sem að málinu koma í öðrum sveitarfélögum með faglegum undirbúningi, málefnalegri samræðu og með því að taka mið af ólíkum hagsmunum, sjónarmiðum og verðmætamati. Það nefnilega svo mikilvægt og þetta þetta held ég að því að við erum nýkomin úr alþingiskosningum, við erum að tala ofsalega mikið um pólitík og erum ennþá sem ekki að tala um pólitík og það er verið að reyna að mynda ríkisstjórn og við erum ennþá að tala um pólitík og stundum tölum við nýja pólitík og gamaldags pólitík, stundum tölum við hægri og stundum tölum við vinstri, alls konar skilgreiningar. Og ég vil meina að nýja pólitíkin, ef það er einhver ein tík með ákveðnu greini, gangi út á það að reyna að tala sig niður á eitthvað sameiginlega niðurstöðu, að taka mið af þörfum beggja aðila og kröfum og skilja að það ekki allir sem að meta hlutina á sama hátt. Og þetta held ég og bara eiginlega veit að Landsnet hefur ekki verið mjög gott í. Landsnet hefur það verið hópur fólk sem að í mörg ár hefur barist fyrir því og hefur haft erindi sem erfiði, barist fyrir því að jarðstrengir séu metnir og raunverulegu kostnaður við þá vegna þess að Landsnet hefur verið margoft verið uppvíst að því að gefa upp rangar kostnaðartölu varðandi jarðstrengi og þess vegna líka þessi hópur hefur bara virkilega fólks lagt mikið á sig við að afla gagna sem sýna fram á að Landsnet segir ekki alltaf satt, hefur ekki alltaf sagt satt. En ég held líka að Landsnet hafi breyst, ég held að Landsnet hafi áttað sig á þessu, það eru dómsmál sem hafa fallið sem að líka styðja þetta, rétt almennings og svona gefa þeirri hlið meira vægi. Þannig ég held og ég eiginlega sannfærð og hef svona fundist það á til dæmis nýlegum kynningafundi sem við fengum með Landsnet að sú stofnun sé aðeins að átta sig á breyttum tíðaranda. Það sem að bara almenningur hefur meira vægi og frjálsfélagasamtök gagnvart stofnunum í krafti þekkingar og svona staðrendamiðlunar. Þannig að ég held að við ættum ekki að láta plata okkur í að þrýsta á annan aðilann að eins og hljómar í þessari bókun svona að vera til friðis, heldur að þrýsta á báða aðila að vinna málefnalega og vel og ná sáttum í málinu. Losa okkur út úr þessum hnútum sem að hafa verið og þessum átökum og kannski í
í sambandi við þessa jarðstrengsumræðu þá er hún til dæmis afskaplega leiðileg sem ég held einmitt að og ómálefnileg á báða bóa sem ég held að komið til af því hversu mikið rugl hefur verið í gangi, hversu mikið fólk hefur þurft að hafa fyrir því að reka staðreyndir sem reynist ekki vera staðreyndir ofan í Landsnet og það skapast bara svona úlfúð og allt í einu liggur við að krafan sé orðin bara jarðstrengir allt. Þegar umræðan hvenær henta jarðstrengir eins og frá umhverfislegu tilliti, hvenær henta jarðstrengir betur en loftlínur og hvenær ekki. Þessi umræða einhvern veginn bara, það er bara ekki pláss fyrir hana því að það er einhvern veginn, það er svo mikil átök og við verðum að komast bara niður í bara málefnalegri umræðu og þess vegna vil ég að við leggjum okkar mörkum sem bæjarstjórn Akureyrar til þess að hvetja til þess að báðir aðilar sýni þroska í umræðunni og leggi sitt að mörkum til þess að leysa þessi mál. Af því að annars held ég að við jafnvel höldum bara áfram að spóla eins og við höfum gert svo lengi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki máli sínu, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur næst til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held í raun að við séum öll sammála. Við stöndum náttúrulega frammi fyrir grafalvarlegum hlut þegar horfum til þess óöryggis sem raun komið upp nú þegar varðandi raforkuflutning inn á svæðið. Við treystum hér á mjög gamlar línur sem hafa í raun ekki næga flutningsgetu til þess að anna eftirspurn á svæðinu þegar að verst lætur, þar að segja þegar að þörfin mest og við stöndum jafnvel frammi fyrir því eins og staðan líka að þetta fer að há í raun að veru möguleikum til uppbyggingar bara hreinlega íbúðarhúsnæðis og annarra þátta. Þetta það er nefnilega ekkert svo fjarlægur veruleiki að það geti gerst. Þess vegna gríðarlega mikilvægt að við komumst upp úr þeim hjólförum sem bæjarfulltrúi Sóley var að lýsa nokkru hér áðan og náum að vinna í sátt, ekki bara Landsnet og Akureyrarbær, heldur Landsnet, Akureyrarbær og önnur þau sveitarfélög sem hér í kring og til stendur að leggja þessar línur það hvernig við ætlum að gera þetta. Það liggur fyrir að nú á að leggja áhersluna á að koma Hólasandslínu 3, semst frá Hólasandi, þar að segja sem tengist Kröflu, hingað inn á Eyjafjarðarsvæðið. Og það liggur fyrir að menn ætla að stefna að því, svona í fyrstu atrennu, en þetta tekur nefnilega nokkur ár. Það eftir heilmikil vinna. Sveitarfélögin sjálf, bæði Akureyri og Akureyrarkaupstaður og Eyjafjarðarsveit, eiga í raun eftir að ganga frá þessum málum í sínu skipulagi. Það ættir að kalla á viðbrögð, alveg pottþétt almennings að einhverju leyti. Bæjarfulltrúi Sóley kom hér inn á áðan varðandi lagningu jarðstrengja. Það eru margir sem halda að jarðstrengir verði lagðir með svipuðu sniði og rarik að gera í dag, þar að segja bara plægðir hún í jörð. Það bara af og frá. Þegar þú ert komin í 220 volt streng, þá í fyrsta lagi ekki hægt að leggja hann nema tæknilega, nema að ákveðinni lengd miðað við fjarlægð frá virkjun. Og það eitt af því sem við þurfum að fara að sjá að bara staðreynd. Því verður ekkert breytt. Ef þú leggur slíkan streng þá þarftu að grafa stóran skurð. Þú þarft að leggja í þennan skurð sérstakt efni sem leiðir hitann vel frá strengnum úr jörðinni. Annars bráðnar hann bara. Það komið í ljós og kom fram hér á fundi daginn að slíkt efni kannski að finna á 1 til 2 stöðum á landinu og það þarf að vinna það. Og það ekki einu sinni
mjög gott efni. Þannig að það er ekkert ólíklegt að það þurfa að flytja þetta efni inn. Þannig að það eru ýmsir þættir sem að hafa þarna áhrif. En við eigum náttúrulega að leggja áherslu á það að þar verði lagðir jarðstrengir þar sem að mögulegt er að gera það. Og taka síðan af skarið hitt hvernig við ætlum að klára þetta mál. Og þetta mál snýra okkur sjálfum, þetta snýra landsneti, þetta snýra sveitafélaginu hérna í kring og á þessari leið sem við erum að tala um. Og við erum átt okkur á því að við erum ekki búin að byggja upp þetta öryggi fyrr en við fáum Blöndulínu 3. Fyrir svo utan það að það hefur nú komið fram á fundum líka. Það eru 10 megawatt sem að liggja ónýtt í Blöndu vegna þess að það er ekki að koma því frá virkjunni. Eins fáránlegt að það er nú. En auðvitað á að vinna þetta í fullu samráði við þá sem að það á við. Og ég veit nú ekki betur en að það sé gert í umhverfismatinu eins og það hefur verið kynnt fyrir okkur. Í umhverfismatinu er verið að vinna með faglega sjónarmið að leiðarljósi. Það er verið að vinna með málefnalega umræðu og samræðu og horfa til ólíkra hagsmuna sjónarmiða og verðmæta mats. Þannig að það er svona, maður velti því fyrir sér varðandi tillögu bæjarfulltrúa Sóleyjar sem ég ætla ekki að viðbóta tillöguna, hvort að þetta sé í rauninni ekki allt það sem erfitt að vinna og er skylda að gera nú í umhverfismatinu og hvort þessi þörf á að bæta þessi sjálfu sér við vegna þess að það er ekki hægt að framkvæma þetta öðruvísi en að gera þetta með nákvæmlega þessum hætti sem hér er verið að leggja til. En ég ætla hins vegar ekki að gera mál úr því ef að við viljum hafa þetta inni og við erum bara sátt við það, þá gerir það í sjálfu sér ekkert annað en bara að skerpa á því að þetta verði að gera þetta með þessum hætti. En það er svona bara spurning hvort það sé nauðsynlegt eður ei. Ég legg til að við reynum að gera þetta þannig að við náum sátt, við getum verið samstíga í þessu, þess að þetta er bara algjört lífsspursmál fyrir þetta samfélag og vöxt þess. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, við erum búin að ræða þessi orkumál oft og mikið og alltaf er ágreiningur hvort það er að leggja jarðstreng eða hvort þetta er að vera bara lína í ofan jörðu. Og ég finnst að ég er fyrir verulegum vonbrigðum að menn ætla sér að hvíla Blöndulínu 3. Og menn séu svona farnir í Hólasandslínu frekar, að því að náðust ekki sátt og menn komast ekki af stað með það, því að þessi engin sérfræðir í orkumálum, þá finnst mér líka svona nokkuð beint við að við þurfum sannarlega á Blöndulínu 3 að halda. Því að þegar orkan þrýtur hér á Akureyri, þá er það vegna þess að það er mikill orkunotkun fyrir austan. Þá hjálpar ekkert góð lína að austan. Þegar allt raman er að fara austur. Þannig að okkur vantar þessa línu. Sannarlega. Nú, ánsett að fara eitthvað tæknilega atriði eða þykist verið eitthvað sérfræðingur í orkumálum. Það geta komið eitthvað sérfræðingur og sagt mér eitthvað annað. En þetta er það sem ég les úr kortónum. Að því sögðu þá hef ég nú oft velti fyrir mér og hvort að menn eftir ekki fara að huga og ég er að fara að koma með þá skoðun að þegar að kemur af öryggisþáttum eins og orkumálum, jafnvel samgöngumálum, hvort að sveitarfélag ætti yfir huga að hafa umboð til þess að skera úr þetta. Danir tóku ákvörðun það miðlægt á þingi hvernig raforkumálum og hvernig flutningur skyldi hagað. Norðmenn gera það líka. Þeir vissi viðtalið hvað vandamál fylgir því að láta alla að hina ráða því. Þeir bara hafðu kjark til að segja þetta. Norðmenn sögðu alla línur skulu lagðar ofanjarðar. Danir sögðu þeir skulu vera neðanjarðar. Og eftir því vinna þeir. Við erum alltaf að lenda á hindrun.
Og ef línan væri lögð eins og allir vildi hafa, þá væri hún upp, niður, upp, niður, upp, niður. Ég hef fyrir bara að vera komin á þá skoðun að þetta ætti bara að vera miðlæg ákvörðun, hvernig þetta skal gert. Við erum komin fullt af stofnunum sem vinna að hagsmuni heildarinnar, en ekki að sérhagsmunum, eins og til þess bara Landvernd, þeir hugsa heildarhagsmuni. Og ég ekki að segja það að leggja það bara á þess að tala við hinna. Það er að gera það með, að sjálfsögðu hvernig leysum við það, en það er klárt hvar valdi liggur. Í dag liggur það hjá sveitarfélögunum, þessu bara nei. Við vitum það þegar við erum að leggja hringveginn, sem er gríðarlegt öryggismál, þessu bara nei. Þannig að, mér finnst bókunin góð sem Matthías las upp og sem ekki alveg búin að taka tillit til bókunar hjá bæjarfulltrúa Sóley. En þegar ég kom á þessa skoðun þá stangaði hann svolítið á við mína skoðun í málinu. Þó sjálfsögðu eigi að vera sátt málin. Það er hægt að gera það á margan hátt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sinni. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Sigríði Huldu Jónsdóttur varaforseta að taka við stjórn fundar eins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum vissulega búin að ræða þetta hérna áður og þetta hefur rætt víða og við förum reglulega yfir þessi orkumál. Og ég get tekið undir það sem hefur komið þetta fram. Ég er alls ekki ósammála bæjarfulltrúi Sóley Björk með þessa viðbót. En ég er samt svolítið sammála líka Preben Jón Pétursinni vegna þess að ég velti fyrir mér, hvort að við þurfum ekki svolítið að horfa til heildarhagsmunina. Hvenær er sátt orðin sátt? Er það þegar hver einasti aðili er orðin sáttur sem kemur að málinu? Er það þá hver einasti einstaklingur? Er það hver einasti bóndi eða hver einasti aðili sem á lögbýli eða á landskika? Er það, ég bara velti fyrir mig hvenær erum við orðin sátt, er það, það er svona, finnst mér stóra máli vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli og við getum kært og kært tilbaka og kært drög að ályktunum drög að hinu og þetta eru skýrslur ofan í skýrslur og svo er þetta komið að því að við getum ekki einu svona kveikt ljósin einn daginn. En þá er maður örugglega túlkaður sem að maður sé bara einhver hrotti eða einhver svona, er alveg skítsamum allt annað aðra en sjálfa sig sannlega, ég veit það ekki. En mér finnst þetta bara, mér finnst skipta máli þessi sátt, mér finnst skipta máli að þetta sé gert í eins mikilli sátt við alla sem koma að málinu. En ég velti samt fyrir mér, hvenær þurfum við að taka ákvörðun? Að því að við höfum til dæmis á ákveðnum kafla og ég vænti þess að bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson eða einhver aðri sem þekkja betur málið að til dæmis má raforkustrengur sem við erum að ræða ekki vera lengri en 13 km á ákveðnum kafla. Og það við erum að tala fleiri, væntanlega fleiri 100 km kafla Það má bara vera 13 km jörð á þessum kafla. Þannig að það verður rosalega erfitt ef við ætlum að setja þetta allstaðar í jörð. En með nýju lögum á þetta að vera auðveldara, við erum en auðvitað vil ég ekki gera lítið úr áhyggjum sveitarfélagi hér í kring annars staðar, en ég held að sé eins og Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi kom inn á, það skiptir máli þessi hringtenging og við klárum þetta. Það er ónýtt raforka, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og Gíslason, upp á 10 megavött bara í Blöndu og hefur búin að vera þar í 15 ár. Það mér að mér skilst hægt að ná í önnur 10 viðbót.
En það er orðið þannig raforkukerfi okkar í dag, það þolir ekkert enga spæka, það þolir ekki neina sveiflur. Og við fórum á fund á Kefum daginn, þar sem var fulltrúi frá Orkustofnun fyrirgefið, og þar var okkur sýnt fram á hvað þetta væri rosalega viðkvæmt allt saman. Kannski er þetta bara svona propagandar, afsækja orðbragði, forseti, og þú veist, kannski er þetta, en ég held að máli sé svona alvarlegt. Og maður heyri það á fagfólki sem er að tala um þetta sé graf alvarleg staða. Og þetta tekur mörg ár þangað til við fáum rafmagninu á svæðið. Og það þýðir það að það er rekstur hér sem getur bara ekki vaxið, rekstur sem getur ekki komið hingað. Ég er ekki talsmaður þess að við förum að stuðla einhverju gríðarlegri orkufrekum iðnaði að fá hann hvort sem það er að rífa í sundur einhver skip eða einhver álver eða eitthvað í fjörðinn, sko, alls ekki. En staðan er bara svo að okkur vantar orku. Við viljum að sjálfsögðu gera þetta í sem mestu sátt, en bara hvenær er það þannig að ríkisvaldið þarf bara að grípa inn í? Þetta er það sem ég velti fyrir mér og það má vel vera að það sé ekki fallegar hugsanir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mjög þörf umræða hér í dag. Það sem ég velti fyrir mér, að því ég geri mér ekki alveg grein fyrir hver staðan er á sveitarfélögunum. Þegar maður er að heyra núna raddir að þessir aðilar sé að vera jákvæðari, þetta er að komast í gegn hér. Það væri mjög gott fyrir mig sem bæjarfulltrúa ef það væri bara hægt að gefa út kort hvar eru agnúar ennþá til staðar. Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því og nú var ég að fundi hjá stjórn Norðurorku og mér fannst ekki heldur þar vera vitneskja um það bara hvar eru agnúarnir eftir. Þannig að er þetta kannski bara að komast í gegn hjá sveitarfélögunum? Er að verða nokkur sátt um þetta? Það sem maður kannski maður hefur áhyggjur af er að í kerfisáætluninni er Hólasandslína svo seint. Það sem ég vilja leggja áherslu á að flýta henni, ég er ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Preben að hún muni ekki verða okkur til mikil skaks, að það muni hugsanlega allt fara austur. Þannig að ég held að þessi kerfisáætlun sem við þurfum að horfa á, hvort það sé hægt að flýta því. Ég veit að núna Eyþing ætlar að vera í samstarfi og samvinnu við sveitarfélagin hér á svæðinu til þess að ræða þessi mál og koma því allavega að staða það muni ekki standa á sveitarfélagum í þessari vinnu og reyna að vinna þetta sátt eins og bæjarfulltrúi Sóley kemur inn á og ég held að það var í bókun á síðasta fundi Eyþings að vera líka í samskiptum með landshlutasamtökin fyrir vestan okkur til þess að við sveitarfélagum vinnum að þessu saman og séum að horfa á þetta sem heild fyrir svæðið sem ekki endilega vinna þetta bara hvert fyrir sig. En eins og ég segi, ég ger mér ekki alveg grein fyrir hvar agnúarnir eru nú til staðar þar sem að maður hefur heyrt af fleiri og fleiri sveitarfélagum að lausn sé í sjónmáli. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er eins og komið hérna fram hjá mönnum að þessi umræða hefur staðið ansi lengi og alveg frá því ég byrjaði að taka þátt í bæjarstjórn að þá hefur þetta verið til umræðu.
þessi orkumál og framan af var mikið rætt Blöndulínu 3 sem að skal ég segja menn lögðu mikla áherslu á að koma áfram. Hins vegar þá hefur það gengið erfiðlega og Landsnet ákvað á sínum tíma að snúa sér frekar á Hólasvatnslínu 3 sem að menn eru þá að vinna þessa dagana. Það er rétt sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á að Eyþing hefur ályktað það eða talað það að auka samstarf milli sveitarfélaga og þá líka verið að vinna með sveitarfélög hér í norðvestri. Þannig að við menn stilli saman strengi sínu og sjáu kannski líka þá getum við kortlagt að hvað í rauninni vandinn liggur. Landsnet náttúrulega að vinna með og kynna þessar áætlanir fyrir öllum sveitarfélögum og það hefur náttúrulega verið kannski þannig í umræðunni að margir hafa rætt það að skipulag sveitarfélaga sé ekki tilbúin í þessi mál. Við höfum lagt áherslu á það og það kemur fram í okkar bókun að það sé verið að taka tillit til þess hér í aðalskipulagi sem að endurskoðun aðalskipulagi, þannig að ég held að við séum að bregðast við og við höfum svo sem átt ágæta fundi alveg frá því frá síðasta kjörtímabili og mikið á þessu kjörtímabili þar sem við höfum fundað með Landsnet þessi mál og það hefur svo sem verið ágætis samstarf þar á milli, bæði milli einstaka bæjarfulltrúa og Landsnet og síðan skipulagsnefndar hérna hjá okkur, þannig að menn hafa í rauninni verið að vinna þetta í nokkuð svona góðu samvinnu, það er menn er átt að sjá því hvernig staðan er í þessu. En það er hins vegar áhyggjefni ef að þetta hversu lengi svona fyrir tekur. Ég minni samt að á kynningu sem við fengið og ég menna að leiðir þetta mig, en mér var fannst þess að þetta gæti gerst á frekar hratt með Hólasvatnslínuna. Það væri þá kannski árslok 2019 ef allt gengi að óskum. Samkvæmt var það ekki á fundunni hérna sem vorum daginn? 1921, það er 21 sem að það er langur tími, en hins vegar skal ég segja að finnst mér bara í rauninni að þetta hafi verið, þetta er alltaf langur tími og það er ákveðið ferli sem að þarf að fara í gegnum, en þetta við verðum samt að fara að reyna að slá í klárin og við erum að reyna að gera með þessu bókun okkar, við verðum í rauninni að sveitarfélög verða að fara að stilla sig saman í því hvernig við viljum gera þessu hluti vegna þess að þetta er að verða stór alvarlegt mál. Það er ekki bara fyrir okkur Eyfirðinga, heldur bara öryggi á flutningum raforkukerfum allt land og það er það að við skulum vera hérna með ónógan flutningsgetu á milli svona stóra staða, það er bara óásættanlegt. Þannig að það er eitthvað sem við verðum bara að reyna að fara að finna lausnir á. Menn hafa líka í þessari umræðu farið í mjög miklar, þetta hefur verið stað í miklu skotgröfum, það hefur verið mikið rifist jarðstrengi og línur og menn hafa talað mikilvægi þess hversu línurnar eru jarðstrengirnir eru miklu dýraldur en línurnar, það var einu sinni umræðan. Núna eru menn komin á það að það sé ekki hægt að hafa jafn mikið af jarðstrengjum, ekki eins langa vegalengdir eins og menn kannski reiknuðu með, þannig að það er ýmislegt sem að þarna hefur verið að breytast á síðustu árum. Það líka hefur að mínum að verið að breytast, menn er átt að sjá því að þetta er orðið grafalvarlegt mál, þannig að menn eru kannski líka farin átt að sig gera sig grein fyrir því að við verðum að finna einhverja lausnir á þessu. Bæjarfulltrúi Sóley kom hérna inn á með samræðuna og sáttina. Ég held nú að það sem hún er að bóka þarna er kannski eitthvað sem að er í verklagi við umhverfismat. Menn eiga að fara eftir því sem hún er að segja þarna í bókunni. Þannig ég velti fyrir mig hvort að er ástæði til að hnykkja á þessu. Ég er svo sem ekki alveg búin að átta mig á því hvað er best að gera í þessu, en ég held samt sem að þó að við settum þetta inn í bókunni þá myndum við ekki breyta neinu. Ég held að það sé mikilvægi bókunin er ljóst. Við þurfum að ýta eftir þessu og við viljum með þessari bókun hvetja alla hluthafafundi aðila til þess að koma þessum málum áfram. Þannig að ég tel mikilvægt að við komumst í sameiginlegu niðurstöðu og bókun saman þessu mikilvæga máli. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, okkar bara aðeins að bregðast þarna við bæjarfulltrúa Evu. Ég er ekki að segja það að Hólasvatnslínan ger ekki gagn. Hún klárlega mun gera gagn og við þurfum að fá hana. Bæjarfulltrúar loka netun hana.
En það sem hefur gerst hérna á Akureyri, hvað var þau fyrirtæki sem hafa verið á skerðanlegri orku, og orðið segir alveg sjálfum sér þegar hún er skerðanleg, það má skerðana, að þegar þeir hafa lent í því að fá skerðanlega orku, það er þegar starfstöðvar eins og bræðslurnar fyrir austan fara í gang, þá er þessi fyrirtæki skert. Þau hafa geta brugðist við með samvinnu og náða að framleiða sína orku með hjálp af olíu, sem er mjög vont mál. Ég veit það í umræðinni við Norðurorku og fleiri, þá hafa þessi fyrirtæki ekki geta fengið trygga orku, því það er ekki næg orka á svæðinu til þess að tryggja þeim rafmagnið. Það hefur ekki verið svo möguleiki fyrir hendi. Samkvæmt á þeim fundum sem ég var allan á hjá með þessu fyrirtæki. Svörin líka í gegnum tíðina hafa verið mjög loðin, hver sé ástæðan. Fyrst var það orkuskortur, þá keypti veit ég fyrirtæki MS fór að keypti orkuna af HS orku, þá var það flutningsgetan næst, þannig að þetta er líka rammpólitískt mál að vera að þvinga hugsanlega leiðinni í gegn. Og þá þarf bara pólitíkin að taka ákvörðun það hvernig hún skulle vera flutt, en ekki með því að beita sér á þennan hátt sem ég upplýði sem bara mjög, með slæma leið. Það er betur að koma bara hreint fram og segja að við ætlum að leggja línuna, leggja hana svona. Heldur en að þvinga fram einhver ákvarðanir með því að kyrkja fyrirtæki. Ég veit ekki hvað má ég nota það orð. Blöndulína þarf að koma til Akureyri, þó að Hólasandslína komi. Ég er ekki viss að við höfum þá orku til þess að vera með einhverja framtíðar uppbyggingu. Ég er ekki viss að það dugi til að Bekromál geti hugsanlega stækkað. Þó er ég ekki endilega viss ég vil endilega Bekromál stækki, en orkan fari í það. En hvort orkan sé næg hægt fyrir austan, það veit ég ekki. En við þurfum á þessa línu til að loka og þetta er orku öryggi fyrir almenning, hún tryggir okkur rafmagnina. Þannig ég er klálega með henni, en ég harma það að blöndulínan skulle ekki vera keyrð í gegn. Takk. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg gaman að þessar umræðu mörgu leyti, en málið er það að það eru mörg tæknileg mál sem snúa þessu sem að við eigum kannski erfitt með að setja okkur inn í, og mér fannst eins og núna í haust þegar ég satt sem fulltrúi Akureyrarbæjar á fundi sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hefur reyndar staðið fyrir undanfarin ár með fulltrúum allra sveitarfélagana á Blöndulínu leiðinni, þar sem menn hafi ræða það hvernig verið hægt að vinna sameiginlega að því að breyta hlutum. Það kom dálítið í ljós að menn hafa kannski verið að fara pínu villu vegar hvað varðar lagningu jarðstrengja. Kom mjög skýrt fram á þessum fundi og hefur síðan verið að koma fram á fundum eftir þetta að möguleikarnir til lagningu jarðstrengja eru takmarkaðir og bara tæknilega, og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Það er líka komið fram að það er ástæða fyrir því að Hólasandslína 3 er tekin fram yfir Blöndulínu 3. Og ástæðurnar fyrir því eru fyrst og fremst þær að menn eru komnir lengra í skipulagsvinnunni, í vinnunni með undirbúningin á þeirri leið heldur en á Blöndulínu 3, og það er bara talið svo mikil þörf á því að reyna að koma auknu möguleikum til raforkuflutninga hérna á svæðið að það sé talið bara nauðsynlegt að fara þá í þá línu á undan Blöndulínu 3. En Blöndulína 3 er algjörlega nauðsynleg líka, og það er ekkert verið að hætta við að vinna, það mun taka lengri tíma. Og að því að bæjarfulltrúi Eva kom hér inn á það áðan að var að veltaði fyrir sig hvar sveitarfélögin væru stödd í þessu. Það kom fram á þessu fundi sem ég satt þarna í haust. Sveitarfélögin eru jú misjafnlega stödd. Í sumum þeirra er ferli komið af stað í aðeins skipulagsvinnu, jafnvel komið mjög langt í einstaka sveitarfélögum, í öðrum aðeins styttra, hérna á þessari leið Blöndulínu 3. Það hefur verið að vinna í þessu allstaðar, en bæði Hörgársveit, Akureyrar
Kaupstað og Eyjafjarðarsveit, ef við tökum bara þessi 3 sveitarfélög, þá sko gerist það þegar að menn verða ósammála hvaða leiðir á að fara, jarðstrengi, loftlínur og þarfandi götum, að menn setja síns ekki inn á aðalskipulagið línuleiðir, og þegar svæðisskipulagið er samþykkt fyrir svæðið, sem að er líka eina grunnforsendu þess að það sé hægt að vinna þetta áfram, þá vantar línuleiðirnar inn á svæðisskipulagið. Þeir ekki markaðar, sem þýðir það. Það þarf að taka svæðisskipulag upp, taka upp skipulag þessara sveitarfélaga og fara að setja þessar línuleiðir aftur inn. Og ef að línuleiðirnar eru markaðar annar staðar en þar sem eru nú þegar fyrir, þá eru ferlið allt miklu flóknara og erfiðara. Þess að það þarf að ganga lengra í umhverfismati. Það er líka verið bent á það að Blöndulína 3 búin að fara í gegnum umhverfismat. En það er að verða býsna gamalt og ef menn draga þetta mikið lengur, þá verður bara ferlið ennþá lengra því það þarf að byrja allt upp og nýtt. Og það gerir vinnuna alla miklu seinlegri og mun taka miklu lengri tíma. Þannig að þetta er margslungið mál, en það er bara lykilatriði. Byrjum heima hjá okkur, ræktum garðinn okkar og reynum svo að vinna með öðrum í því að ná sæmilegri sáttumáli og koma þessi í gegn. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið mjög upplýsandi. Og ég ætla aðeins að útskýra betur eftir svona í hvað ég er að vísa þegar hún tala um þessi upplýsandi, en ég vildi koma hérna upp sko, svo ég geti kannski, áður en allir væri búin að taka til máls 2 svar og ég færi síðan að stuða fólk hérna og það geti ekki komið upp aftur, en ég vildi bara koma að klára þetta af. Sko, það sem ég vil bara byrja á því að benda á er að umræðan hérna sýnir mjög vel á hvaða stað við erum í umræðinni. Hér stóð bæjarfulltrúi og sagði að í Danmörku væru allar þessar lagnir lagðar í jörð. Hér stóð síðan annar bæjarfulltrúi og sagði að hér væri aðeins hægt að leggja 12 kilometra. Danmörk er augljóslega ekki 12 kilometrar, annarkvor þessara hefur rangt fyrir sér. Einhver segir að það sé of mikið af orku fyrir austan okkur og Kröflusvæðinu og þeir losna ekki við hana. Annar segir að það sé ekki nóg. Þetta er nefnilega umræðan í hnotskurn. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði að hér þyrfti hugsanlega að flytja inn efni til þess að fylla upp í þessa skurði, það er að segja sem að umlykja jarðstrengina, vegna þess að þetta efni þurfa að vera mjög hitaleiðandi. Það er alveg rétt, þetta efni þarf að vera mjög hitaleiðandi, en það er hins vegar mjög ólíklegt og þetta veit Gunnar vegna þess að en bara man það ekki, af því að ég spurði þess á þessum sama fundi hvort að það hefði einhvern tíðan verið flutt inn efni sérstaklega og þá kom fram að það væri nú víða efni en stundum þyrft á landinu, stundum þyrft að flytja langar leiðir og eins og bæjarfulltrúi Gunnar benti á, það er stundum að vinna það, hins vegar hefði einhvern tíðan verið flutt inn efni í allt öðrum tilgangi sem síðan hefði verið notað til þess að fylla upp í jarðstrengjalögn og hefði bara reynst ágætlega, en það var nú ekki líklegt að það yrði efnisskortur hér á landinu. Þetta er svona drama sem ég finnst svolítið vera bara í þessari umræðu einmitt neyðarástandið sem er að fara að skapast hérna. Það er augljóslega vandamál hérna og það er augljóslega að fara að stækka. Ég ætla svona aðeins að, en ég meina auðvitað tala bara hver fyrir sig og skilgreina eins og ég sagði neyðarástand hver fyrir sig. Það að það sé bara ákveðið að leggja eins og í Danmörku allar línur í jörð eða eins og í Noregi allar línur í lofti. Það er kannski, ég man eftir í kosningabaráttunum fyrir 2 árum, þá var svona helsta slagur Bjartrar framtíðar var ekkert vesen. Og þetta er algjörlega, og það er svona finnst mér bara mjög eðlilegt að bæjarfulltrúi Preben komi bara fram með þetta, af því að þetta er algjörlega ekkert vesen.
En ég myndi hins vegar frekar vilja leggja bara aðeins hugsun í hlutina og leggja jarðstrengi þar sem það á við og leggja loftlínur þar sem það á betur við. Af því að þetta er náttúrulega ekki alveg svona einfalt. Það er að segja ef við viljum reyna að hámarka, og nú kem ég inn á það sem bæjarfulltrúi Matthías var að tala hvenær er sátt orðin sátt, og ég segi ef það á að reyna að hámarka sáttina þá einmitt förum við bara í smá vesen og tölum saman og gerum hlutina ekki með einhverju einni ríkisleið, heldur bara eins og best er hægt að ná sáttum. Og það er, held ég bara ekki, eða mjög illa hægt að skilgreina orðið sátt, en svona eins og sumir finnst mér verast tala, þá er það er bara rosa góð sátt ef það er það sem ég er sátt við. En sátt er þegar að báðir aðilar eru einhverju leyti sáttir, ekki þegar annar skilur að hann þarf að fórna sínum hagsmunum fyrir hinn. Þannig að það sem ég bara segja er að og ég tek svo hjartalega undir þetta sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að tala auðvitað þurfum við bara að klára okkar eigið skipulag áður en við förum að benda á önnur sveitarfélög. Og ég tek líka hjartalega undir með bæjarfulltrúi Eva sem óskar bara eftir upplýsingum um málið, því eins og ég var að benda á þá er þetta ekki upplýst umræða, við erum ekki sérfræðingar í þessu máli og þess vegna líka finnst mér ekki að við eigum að fara að taka einhverja afstöðu í svona þessu sem að virðist, sem við vitum ekki einu sinni hvort er deilumál eða vandamál, jú við vitum að það eru deilumál fyrir vestan okkur og þess vegna finnst mér bara ekkert að, þess vegna vil ég segja, ok, hvetjum báða aðila til þess að leggja sig fram að ná sáttum, ég til í það, algjörlega til í það. En ég bara benda á að mér finnst við ekki hafa alla forsendur til þess að taka svona það sem að upphaflega tillagan á bókuninni virðist vera afstaða svona með öðrum aðilan. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, umræðan hér í bæjarstjórnarsalnum endurspeglar kannski svolítið umræðan út í þjóðfélaginu eða í samfélaginu okkar sem á köflum getur verið býsna ruglingsleg og það er ekkert skrítið vegna þess að þetta er mjög tæknileg mál sem við erum að ræða núna. Fyrst kannski aðeins varðandi þessa tillögu að bókun bæjarfulltrúa Sóleyjar, ég sé ekkert henni til fyrirstöðu og það er bara ágætt, ég er alveg til í að samþykkja hana, það á alltaf að leita eftir breiðri og góðri sátt þessa hluti. Varðandi skipulagsmálin, bæjarfulltrúi Eva kallaði svolítið eftir því að þá eru þau þannig í grófum dráttum að það er búið að ganga frá öllu skipulagi að Vaðlaheiði. Þingeyjarsýslurnar eru klárar. Hvað varðar Hólasandslínu, það er sem sagt Akureyri Eyjafjarðarsveit sem eiga þá eftir að ganga frá sinni línulögn. Það eru held ég 2 sveitarfélög eftir varðandi Blöndulínu sem eiga eftir að klára í Skagafirði og síðan eru það sveitarfélögin hér við Eyjafjörð sem eiga eftir að klára sitt. Það var mikil skaði að þetta skildi hafa dottið út úr svæðisskipulagi á sínum tíma. Atvinnuþróunarfélagi hefur staðið fyrir fundaröð undanfarin ár til þess að reka eftir þessu. Það hefur borið heilmikinn árangur og var mjög upplýsandi fundur hér á Strikinu daginn sem var mörg ykkar sátu og það sem að kom í ljós kannski hvar helstu hindranirnar væru. En ég held við ættum að einhenda okkur í og bretta upp ermar og klára þessa skipulagsvinnu og þá gengur þetta hratt og vel fyrir svo og gera það umfram allt í góðri sátt. Síðan varðandi tæknimálin og þar er þetta bara svolítið flóknara. Rafmagn er ekki bara rafmagn, þetta er og gæði rafmagns er líka mjög mismunandi. Eins og kerfið er núna uppbyggt og á þessari línu, þetta skiptir svolítið máli hvar notkunarstaðurinn er í mikilli fjarlægð frá framleiðslunni. Og hvernig kerfið er, það má segja að eiginlega eina kerfi á Íslandi, raforkukerfi er á suðvesturhorninu sem eitthvað gæti verið nálægt því að vera svipað eins og í Danmörku. Þannig að þar gæti til dæmis á suðvesturhorninu gæti verið miklu meiri möguleikar á lagningu jarðstrengja heldur en hér á þessu svæði. Ef við skoðum bara það sem er núna hér, sem sagt framleiðslu í Kröflu og framleiðslu í Blöndu, að þá eru möguleikarnir á þessari leið 13 km eins og margótt komið fram. Hins vegar ef við myndum tengja Kröflu við Þeistareykji þá eykst þessi vegalengd.
Ef við myndum tengja líka við Fljótsdal þá eykst hún enn meira. Ef við myndum setja upp framleiðslu á vatnasviði Skjálfandafljóts sem að reyndar, og það annað mál sem að mjög alvarlegt við rammaáætlun, að það að setja alla virkjunarkosti sem eru nálægt hér Akureyri, sem heilmikil notkunarstaður, að setja það í verndarflokk, algjörlega að ástæðulausu, að mínum mati, að ef við síðan settum kannski upp framleiðslustað sem nær Akureyri, að þá eykst ennþá meiri möguleikar á jarðstrengjum. Og þetta kemur svolítið til úr því hvernig gæðin á raforkunni þar sem hún notuð. Eftir því sem að kerfið þéttara, eftir því eru bæði gæði raforkunnar betri og möguleikar á fjölbreyttari tæknilausnum betri. Þetta svona örlítill og stuttur fyrirlestur það að ég held að það enginn að segja satt eða ósatt. Þetta fer allt eftir því við hvaða forsendur, við hvaða forsendur við erum að ræða þegar við erum að ræða mismunandi leiðir varðandi flutningar á orku. Takk fyrir. Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þá ætla ég að lesa upp framkomna bókun með breytingum frá bæjarfulltrúa Sóleyju Björk Stefánsdóttur. Ég lesa hana bara upp í heild sinni svo við getum greitt atkvæði það. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að tryggja stöðugleika í raforkukerfisins á Norðausturlandi, auka afhendingaröryggi og styðja þannig eðlilegan vöxt atvinnulífs. Ljóst að nú þegar ástand þessara mála orðið mjög alvarlegt í Eyjafirði og ef ekkert verður að gert næstu árin skapast neyðarástand á svæðinu með þá uppbyggingu sem nú á sér stað. Mikilvægt í þessu sambandi að vinna krafti að uppbyggingu á Hólasandslínu 3 sem og Blöndulínu 3. Þrátt fyrir að sú lína hafi verið sett tímabundið í bið í nýrri kerfisáætlun Landsnets. Jafnframt leggur bæjarstjórn áherslu á mikilvægi þess að sveitarfélög á Norðurlandi hagi skipulagsvinnu sinni þannig að hægt verði að vinna að framþróun framkvæmda við þessar línulagnir. Akureyrarkaupstaður mun við endurskoðun aðalskipulags sem nú í gangi kappkosta að eiga gott samstarf við Landsnet leiðir fyrir raflínur gegnum bæjarlandið og hvetur stofnanir til þess að leggja sig fram við að ná sáttum lagningu lína við þá aðila sem að málinu koma í öðru sveitarfélögum með faglegum undirbúningi, málefnalegri samræðu og með því að taka mið af ólíkum hagsmunum og sjónarmiðum og verðmæta mati. Þessi geta samþykkt það vinsælast gefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum og segir þessu lið lokið. Þá kemur að 7. lið, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgusson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, á 2 mínútum skal ég fara í gegnum þessu skýrslu. Síðasta skýrsla fór fram 7. desember síðastliðinn, en í millitíðinni hefur verið haldinn einn bæjarstjórnarfundur vegna fjárhagsáætlunar. Fyrst að nefna til að taka saman í nokkur orð að þá hafa mikil vinna bara verið í framhald af stjórnsýslubreytingum sveitarfélagsins. Þar hefur verið fundað mikið með samráðshópum, með væntanlegum sviðsstjórum, unnið að breytingum á bæjarmálasamþykkt og samþykkt fyrir nefndir og þetta eru hluti sem eru allt saman í vinnslu og verður vonandi lokið á eðlilegum tíma. Samtök í fyrirtæki velferðarþjónustu voru hér hjá okkur 8. desember síðastliðinn, voru með fund til kynningar. Það var formaður samtakana var hér og ásamt starfsmanni til þess að kynna fyrir okkur rammasamning við sjúkratryggingar og kröfulýsinguna varðandi hjúkrunarheimili og þar voru á bæjarfulltrúar sátu meðal annars þann kynningafund og athyglisvert eða gott að fá svona upplýsingar það hvernig unnið var að þessum rammasamningi og þeirri vinnu sem að bíður okkar í framhaldinu varðandi aðlögunina að kröfulýsingunni. Síðan höfum við verið að vinna áfram með tillögur aðgerðarhópa, meðal annars var aðgerðarhópsins frá því á árinu, meðal annars var fundur í starfshópi varðandi kaup eða aðalega sölu og eigna sveitarfélagsins. Við fundum það 12. desember síðastliðinn. Nú svo nefndi ég áðan að bæjarstjórn hittist í síðustu viku vegna til þess að ljúka gerð fjárhagsáætlunar. Eitt sem langar til að nefna og nota tækifæri að við fundum í síðustu viku vegna
þess að við erum gestgjafar vegna samstarfsvinabæjanna. Við erum bæði gestgjafar vegna svokallast kontaktmannafundar sem fundur bæjarstjóra og forseta bæjarstjórna þessara vinabæja, en jafnframt erum við líka gestgjafar vegna fundar velferðarmál. En hugmyndin og þess vegna ég að minnast á þetta hérna, hugmyndin svo að reyna að slá þessu saman og gera þetta semst að einu fundi, nýta bara ferðina þannig við getum jafnvel sparað á þessu ferðir þá fyrir aðra og eins líka samnýtt í rauninni málefnið og fundi og ráðstöfnur og annað í kringum þessa heimsóknir. Nú síðan þetta hefðbundna stjórnarfundur í Þjóðskrá og stjórnarfundur hjá Sambandinu voru síðustu viku og síðan síðustu helgi þá tók ég fyrir hönd sveitarfélagsins við verki, útilistaverki sem heitir Útþrá sem er semst upprunalega hannað af Elísabetu Geirmundsdóttur og svo athöfn fór fram gengt minjasafninu á Akureyri. Og við hefum verið að funda aðeins málefni flóttafólks líka þessa dagana. Það tengist því að við eigum von hér á 5 manna fjölskyldu sem hluti af stærri hópi sem að koma hingað til lands til Hveragerðis, Hafnarfjarðar Hveragerðis, Árborgar og Reykjavíkur. En ein fjölskyldan væntanlega hingað til okkar vegna fjölskyldutengsla við aðra fjölskyldu sem kom hingað fyrir á árinu og bara svo vinna bara í góðum farvegi. En það reikna með að fjölskyldan komi eitthvað eftir miðjan janúar. Nú við höfum verið að vinna aðeins í reglum innkaupamál, tengist bókun bæjarstjórnar hér varðandi keðjuábyrgð og við höfum verið að vinna það í samstarfi við Norðurorku að koma þessu inn í okkar reglur og síðan vorum við með hér fyrir í dag fund með fulltrúum frá Capacent sem voru að kynna hugmyndir sínar svona sambarilega möguleika eins og Kópavogsmódelið sem við höfum rætt aðeins hérna í tengslu við fjárhagsáætlunargerð og stefnumótun aðgerðahóps. En ég mun kynna það frekar og fyrir bæjarfulltrúum þegar hérna þá í bæjaráði. Nú að lokum aðeins að segja frá því að á morgun að þá á ég von á fulltrúum frá Menntamálastofnun hingað til þess að kynna fyrir okkur málefni PISA-könnunar. Þetta kom óvænt upp á að þeir eru að koma hingað og óska eftir að fá að hitta mig en ég allavega kem því og allavega tilbúin til að ræða það við bæjarfulltrúa eða áhuga að vera með mér á fundunum að þá það sjálfsögðu velkomið. Hann í fyrramáli klukkan 10. Nú að lokum að þetta sem sagt skýrslan frá því hérna síðasta hálfa mánuðin en að lokum langar mig bara óska bæjarfulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum sveitarfélagsins bara gleðilega jóla og farsaldar á 9 ára. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 15. desember, bæjaráð 15. desember, skipulagsnefnd 14. desember, skólanefnd 12. desember, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 9. desember, umhverfisnefnd 13. desember og velferðarráð 7. desember. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Að lokum óska ég bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins og fjölskyldu þeirra og Akureyringum öllum nær og fjær gleðilega jóla og farsaldar á 9 ári. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil fyrir hönd okkar bæjarfulltrúana óska forseta vorum Matthíasi Rögnvaldssyni gleðilegra jóla og fjölskyldu hans og farsaldar á 9 ári með þökk fyrir samstarfið sem nú á árinu sem nú að líða. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu, takk fyrir það. Þá er dagskrá lokið og við segjum fundi slitið klukkan 19:00. Gleðileg jól!